Já, velkomin á Rauðaborðinu í eftirmiddaginn á föstudegi, klukkan 4. Þá höfum við það sem við köllum vikuskamt og förum við fréttir vikunnar og fáum til þess hjálp frá góðu fólki. Hingað ekki kominn Ásgeir Brynjar Torfason sem er hérna á rafskutlu á mikilli ferð, gætið að ykkur ef hann að keyra upp Laugaveginn. En hingað eru komnar Hildigunnur Sverrisdóttir sem er arkitekt. Halldóra Geirsdóttir sem er leikkona. Takk. Og Lára Súlíma Ómarsdóttir sem er almannatengill. Já, hæ. Mér er velkomin. Takk. Herðu, er þetta ekki bara skemmtilegar fréttavikur? Er ekki fólk að ræða fréttir þar sem þið komið saman? Forsetakosningarnar eða hvað? Jú, svolítið mikið. Svo forsetakosningar. Mikið forsetakosningar. Mikið forsetakosningar. Ekkert annað það sko. Lítið. En núna það er ekki svona leiðilegu dagur, svona hálfkalt og hrástvarð. Já, það datt samt inn í umræðina þetta viðtal við hana Ölmu á Heimildinni og þessi gluggi á fátækt og heilsu. Það hefur svolítið verið rætt heima hjá mér. Já. Sem var mjög áhugavert. Að fátækt dregur niður heilsu, styttir líf. Já, mér fannst gott að svona velklædd kona talaði það í forsíðuviðtali og þetta er svona einhvern veginn að þetta er tekið upp af. Það vantar svolítið upplýsingar þetta á Íslandi, en ég sá munurinn í Svíþjóð, þar sem eru 20% best setta fólkið og 20% versta. Það munur 8 árum sem það kostar. Já, í líftíma. Líftíma, 8 ár. Já. Sem að Já, fátækt er náttúrulega bara böl. Við ættum öll að vita það fyrir löngu. Þú fjallaði svolítið, segir fréttakona svolítið fátækt, ekki? Já, mjög mikið. Og ég er náttúrulega sjálf bjó við fátækt í mörg ár og skrifaði síðan bók það og hvernig væri hægt að njóta þess að vera til þó maður eitthvað enga peninga. Þetta var svona skemmtileg Pollyönnu bók það, sko, því að það er alveg hægt, en það er ótrúlega þreytandi og erfitt og krefjandi að vera fátækur. Þú ert alltaf að reyna að finna hverja krónu, hvernig þú getur, náð endum saman og þetta er búið að ganga á kannski mörg ár. Þá verður þetta lýjandi og þetta slítur fólki og það fer í aðra vinnu og þriðju vinnu og ég var til dæmis sjálf með heimakennslu og ég var að skúra og ég var í fullri vinnu og ég var með 5 börn, þannig að þetta er lýjandi og slítandi og þetta er böl og það eru fleiri en 10.000 börn á Íslandi sem búa við fátækt og það við ættum bara að skammast okkar fyrir þetta, það er mín skoðun á þessu og ég hef aldrei almennilega skilið á okkur svona ríkt þjóðfélag eins og okkar getur ekki bara hugsað okkur öll. Ég næði ekki. Ég veit ekki hvort ég mun nokkuð tíma að skilja þessa skiptingu, sko. Af hverju við leifum þessa fátækt. Ég skil það ekki. Og svo líka hópurinn sem að sjálfur sér næri ekki fátækt að mörgum per se, en lifir við þau í rauninni alveg á mörkunum. Og þarna, ég hef líka verið að skoða svolítið bara húsakost fátæksfólks, eða það er að segja þeirra efnaminni, og þá uppbyggingu sem verið er að miða að nýjum kynslóðum af sem efnaminna fólki. Ertu ekki hrifin að því þegar Bjarg er að minnka stofuna og henda út geymslunni og það allt saman? Tala það? Sko, ég er að tala það. Það er ansið litla stofurnar í Bjarg-íbúðunum. Já. Það er að renna saman við gangin og eldhúsið. Já, og ég var akkurat að gera smá Facebook-kunnun, því það er það er hópur bara ótrúlega færra sérfræðinga sem að er með verkefni sem heitir Húsakostur og híbýlaður. Nú gæti verið að ruglast upprunalega bókinni, ég spyr Ásgeir því að hann er í hópnum, hann er að fá tækifæri að leiðrétta mig eftir. En þarna kemur eiginlega tvennt til og það er annars vegar byggingarreglugerðin svo bindandi, hún átti að vera leiðbeinandi en hún er bindandi, þannig að til dæmis aðgengi fyrir alla er orðið mjög fast inn í því og það kannski útskýra þessa stóru ganga og stóru klósett miða við, þannig að það er svo stórt hlutfall sem fer í bara einhvers konar ferðarými. Og lyftu ef það eru fleiri en 2 hæðir? Já, ekki endilega alls þar. Og þess vegna er mjög áhugavert að aðgengi fyrir alla er forsenda jafnvel þar sem að ekki eru lyftur og
þetta alltaf kostnað sameiginlegu rýmana og það alveg magnað að sjá kannski 5 manna fjölskyldur sem eiga að búa saman í pínu litlu sameiginlegu rými með kannski 1 vegg sem eldhús og það sem ekki líka svolítið sko sláandi að til dæmis þessu alþýðusambandið að biðja minni íbúðir að þeir kosta minna sem þvert á það sem var gert miðað síðustu öld. Þannig að þú veist þá þóttu verkamannabústaðnir vera svo framsæknir að fólk kom og skoðaði þá af því að hvað var fallega gengið frá birtunni og baðherbergin góð. Fólk fekk að koma í bað hjá fólki og það sem var líka svo gott við þá var hversu mikið það var tekið, sko bæði var verið að kenna svolítið fólki hvernig þetta flytja úr torfbæjum eða minni sveita hérna bæjum og því var reynilega kennt sko, það var samkeppni húsgögn til þess að útskýra fyrir fólki, grunnforsenda var sko ljós og hérna loftun og það sem minnst líka svo magnað að mjög mikið af verkamannabústöðunum og þessum húsum sem voru byggð fyrir efnaminni fólk með auka herbyggi sem að tónar algjörlega við íslenskt sko samfélag. Þá voru annarkvort í kjallaranum eða upp á efstu hæð, auka herbyggi þar sem að annarkvort til dæmis elsta barnið með fjölskylduna sína, kannski eitt lítið barn gat, kannski fengi athvarf eða bara fólk utan að landi og þetta ennþá hérna eitthvað sem við þekkjum í dag. Við þurfum að vera með auka herbyggi, ekki bara þegar við erum passabönn heldur að því að við ansi mörg þurfum að taka móti fólki. Þannig að þetta var svo framsækið og við erum búin að gleyma þessu öllu. Við erum ekki framsækin? Nei, við erum búin að, sko, það eru bara alltaf í kvatar. En það lítur samt sem áður sko hjá Bjargi að vera pælingin að reyna bara út á húsnæði fyrir allt þetta fólk sem vantar húsnæði. Það ekki hugsunin á bakveita? Ég svona bara veltaði fyrir mig, ég veit ekki, ég þekki það ekki sko. Það bara skræla alltaf. Já, það bara, af því að það bara árið allt og dýrt að búa hérna. Sem hlýtur að vera eitthvað svona þetta fyrsta skrif að komast inn að því og svo kannski að stækka. Já, ég bara hugsa að því ég á 3 börn sem eru búin að ná að kaupa sér íbúð þú veist og svo ég með 2 yngri sem eru ekki búin að koma sér inn í markaðin. Það bara, þetta rosalegu sigur að ná að sækja sér fyrstu eignina sem skiptimynd upp í eitthvað áfram. Eins og var svo sem í gamla daga, svona kjallara íbúð og vinna sig upp á eitthvað, fá eitthvað stærra seinna. En Bjarg ekki þannig, Bjarg eru framtíðar húsnæði. Já, en samt sem áður miðast að við tekjur einstaklingarna sem búa þar og þeir eru kannski vonað til þess að það er kannski von að þau kannski einhvern tíman hækki í launum, ég veit ekki, ég vona það þeirra vegna. Einstæði foreldrar sem hafa ekki möguleika á að auka við sér vinnu. Nei, en kannski þú ert að hugsa að reyna að beggja mikið því að þetta er svo margt fólk sem vantar húsnæði og þá kannski þarf að gera minna, ég bara veit ekki en ég bara svona slengi þessu fram sko. Já, nei, sko, ég vil taka fram að þetta sko að minni hálfu engin hérna, hvað sé árás á Bjarg per se, ég meina það eru þessi leigufélög sem eru upp, ég meina það eru fleiri en Bjarg og eins og ég segi byggingareglugerðin hjálpar ekki en mér finnst bara svo áhugavert að borgin með síðustu öld, þar sem eru gríðarlegir fólksflutningar úr sveitum það var jafnvel sko hérna bönn við innflutningi efna en samt eru fengnir frábærir arkitektar, það eru samkeppnir gerðar og þetta var bara gríðarlega stór þáttur í verkalýðsbaráttu með Dagsbrúnar að tryggja að fólk væri með sko, hvað ég segja, sæmilegt húsnæði, það sem fólk hafði reist og þetta var ekkert stórt húsnæði, alls ekki en þetta er húsnæði sem arkitektar berjast að fá að komast í dag því þetta er svo vel hannað. Þannig að sko ég meina ég held að sé í Bretlandi þar sem að eru mörg arkitektaverðlaun fara til svona affordable houses eða hvað það heitir í Bretlandi. Já, í Mexíkó, í Afríku, ég meina þú veist alls þar þar sem að vera þeirra að reyna að segja, við erum ekki bara að bjarga fólki, af því að þetta húsnæði er byggt til framtíðar. Skiljið, af hverju að byggja húsnæði sem er ekki af góðum gæðum? Ég bara nefni með verðlauninu, þetta er svona fókus á því, sko, hverja eigum við að verðlauna hérna arkitektarnir sem er að búa til alveg rosalega fancy stórt einbýlishús fyrir hina allra ríkustu eða einhvert listasafn sem hina allra ríkustur að búa til fyrir sjálfa sig eða eigum við kannski að veita verðlaun þá sem að búa vel að húsnæði fyrir þá sem eru fátækastir. Já, fókusinu farið mikið sko í arkitekta heiminum
frá þessum stjörnarkitektum og yfir í félagslegt húsnæði. Má ég spyrja þig, Ásgeir, húsakostur og híbýlaprýði, er það ykkar eða hvað heitir aftur ykkar nýjar? Híbýlaauður. Híbýlaauður. Gamla bókin heitir húsakostur og híbýlaprýði sem kom út 1939. Til þú ekki akkur erum að tala þetta? Jú. Akkur erum ekki að tala forstakostingar? Nei, þetta ég bara Halldóra sem gerir Ég kastaði svona smá sem að minnst mér vera að má tekja það saman og spurja, finnst ykkur hérna í forstakostingunum og það hefur ástandur eins og þú ert að lýsa hérna, hefur við rætt þetta í forstakostingunum misskiptingu auðs og fátækt á Íslandi? Ég hef ekki orðið mikið verið. Ekki eina setning. Steinunóluna hefur tekið upp aðeins, kannski. Já. Ójöfnuður, en bara til að botna þetta sem var verið að segja, sko, það að gera þetta ódýrt eða illa dýrara. Sko, þetta svo miskilin hugmyndum sparnaði eða hagræði að, sko, sama hvort það varðandi hvernig húsnæði byggt, sama hvort það íbúðarhúsnæði fyrir hvaða tekjuhóp það eða opinbert húsnæði, skóla við sjáum það núna, bara það að spara viðhald á skólum kostar bara miklu, ég meina, sem dýrari heldur en að hafa bara í öllu, ég á pils langömmu minnar og nota það gjarnan. Í vísbendingu dagsins nú bara umboðsmaður barna að skrifa það að láta börn bíða biðlista. Þannig að þetta var að byggja meira eins og nýbyggingu Landsbankans, ekki spara neitt. Nei, svo verður að vera sniðu, vorum að stinga okkur upp í sköpunarkraftinn og fara heilbrigðar leiðir og vanda okkur með heilbrigðum efnum og eða ekki, og svona, það verður að vera gaman, sko. Já, og það í því fallegt, það verður að vera fallegt. Já. Það var það sem var svo áhugavert í upprunalega bókinni sem gefin þarna út sem híbýlakostur munu örugglega fjalla meira að sko það eru læknar og það eru arkitektar, það er bankamaður, það eru skáld og allir leggja grundvallar áherslu á fegurð og notagildi og allt hitt bara svona einhvern veginn til þess að sko tryggja að það gerist og eins og þú segir með gaman sko, hvernig í óskupunum ef þú ert, ég meina 5 manns í einhverju pínlítlu herbeggi, það gleymist alveg að hugsa sko andlegu hliðina, það gleymist að hugsa þetta samfélag sem á að fungera þarna þú veist hvernig ámar getur verið glaður og lifa skemmtilegu lífi þegar allir eru bara hér sko og þannig að það var tekist sko. Já, ég ætlaði að segja sko, við vorum 7 í 73 fermetrum og við 3 svefnherbyggi og svo svona samleikandi stofa eldhús satt. Og það var eiginlega of gaman. Það var rosalega gaman. Við vorum dönsuðum mikið saman og sungum mikið saman, mjög mikil samvera hjá fjölskyldunni. Svo þegar ég fór í svona starra og allir fengu sitt hvort herbyggi þá bara var allir hitt í þessa krakka. En ég upplifði það svolítið þannig, en þú veist, auðvitað var það líka þegar það kom upp árekstar, þá komu líka upp þá var bara allt heimilega undirlagt ef einhver 2 fór að rífast þá var bara allt undir en mér fannst það ekkert neitt vont að vera í svona lítið lífi, bara alls ekki en ég var á jarðhæð og var með garð og það breytti mjög miklu upp á það að geta farið bara eins út og opna þess út og framlengja íbúðin út í garð, skilur þannig ef þess að íbúðir eru með stórum svölum eða eitthvað, þá getur það kannski gert eitthvað En það ég hugsa líka með allar þessar íbúðir í útlöndu við þessi tiny house og svona, ég er svona nörd, ég elska sko svona tiny house, þetta náttúrulega eitthvað svona gamalt bara frá því maður lítill, en tiny house gengur alveg upp í góðu veðri erlendi sko, það bara við þurfum bara garðin eiginlega inn til okkar hér líka bara því að veðrið þannig við getum, þetta gengur ekki alveg upp fyrir okkur eins og þetta gengur út í Danmörku meira sér þar, allt í lagi að eiga bú í kannski tiny house. Það erum við með yfirbyggðan garð bara. Já, og það eru samt 5 mánuðir ári. Það gulu viðvörun núna, sko, og það vika eftir að mæla. Ég var á sent, sko, ég var búin að mæla í gær. Þetta kvartið veðrinu? Nei, ég er bara að útskýra hvernig ég kom á sent, sko, það rafmagnshjóli réði ekki á mótvindin. Já, snjóaði ekki fyrir norðan síðustu helgi eða eitthvað starf fyrir Norðurlandi. En má ég bara þetta er bara Ísland. Það er fínt að búa í tiny house ef það er sko virkt þorpstorg sem maður getur farið og hitt fólk. Og vel skipulagt, ekki ódýrt, það þarf að vanda það. Akkurat, ég ætlaði að fara að segja. En ekki að það búið að breyta sko þorpstorginu í hvað heitir þetta, mathöll? Já. Það sem má ekki vera nema að kaupa sko pítsu á 3.900 krónur. Og auðvitað er ekki 15 fermetrar íbúð, bara svo það sé sagt að því svo ég sé eitthvað að vera að auglýsa, þú veist, 15 fermetrar stúdíóíbúð, það er náttúrulega ekki íbúð. Nei, og það segir sig sjálft. Það sem ég langaði að segja. Það er bara geymsla eða eitthvað. Það sem ég langaði að segja bara svona,
kannski að lókum, sko annars vegar að sko hönnunin algjörlega krúsel. Eins og ég var að segja, þú veist, þessar íbúðir sem var hannaðar hérna fyrir Dagsbrún verkamanna hérna blokkin, húsnæðið. Fyrir bráðum 100 árum. Já, það var vel hannað. Þess vegna var hægt að lifa í því og mér langar bara að benda á Hildur Gunnarsdóttir sem er hérna starfa með ykkur, að hún hefur unnið rannsókn á þessu og búið sem við Danmörku og í Danmörku hreinlega bundið í lög að íbúðir fyrir efnaminni mega ekki vera að verri gæðum heldur en aðrar íbúðir að markaði. Skiljið, þú veist, þetta pólitískt val. Sem hefur ekki verið tekið hér. Heilbrigðismál, lýðheilsumál líka. Sko. Já, það bara ekki verið því miður, stjórnvöld hafa engan sérstakann áhuga á þessu máli. Það hafa ekki raunverulega áhuga á húsnæðismálum. Eða fátækt bara. Eða fátækt. Þau eru alltaf búið til skýrslu. Það er búið að tala sko, fátækt á Íslandi í áratugi. Nei, það mátti ekki tala það þegar í fyrri tímabilinu þegar ég vann upp í Háskóla Íslands. Það var borgarfræðisetur var lagt niður af því að þau skrifuðu skýrslu fátækt, af því að mátti ekki. Hún var hérna í helgispjalli hérna fyrir viku, hvernig ykkur til þess að hlusta á það? Hún rekur þetta. Þetta var líka mikið skömm. Fólk skammaði sín fyrir fátækt, að vera fátækt. Það var erfitt að segja, fólki fannst erfitt að segja og finnst ennþá erfitt að segja ég er fátækt, skilur. En allt í samfélaginu að segja að það er eitthvað að þér að þú ert fátækt. Já, það er viðhorfið, strákar. Sjáum við veisluna. Nákvæmlega. Þú lítur að vera óábyrgur aðalið, þú lítur að vera einhver manneskja sem kannt ekki vera með peninga, það lítur eitthvað að vera að þér. Það er hugmynd alltaf að setja hérna fátæku á, hvað heitir þetta, fjármálalæsi. Já, eins og til dæmis í mínu hefli fjármálalæsi bara, þannig að það er bara, okkur er bara með ofurskilning á verðmæti. Ég er þannig að þau skilja peninga miklu betur, af því þau eru alltaf að hugsa þá, alltaf pælið þeim. Og eins og í mínu tilfelli, þá snýrist þetta ekkert það hvort ég var að vinna eða ekki vinna eða hvort ég var búin að læra eða ekki læra, eða maðurinn minn. Þetta snýrist bara einfallega það að ég veikist og er frá vinnu vegna veikið í ár. Ég fæði barn sem er veikt í 2 ár og þar með var þetta bara farið. Það er bara svoleiðis. Og það tók 18 ár að vinna sig upp úr því. Og núna til að nýta þetta saman, sko, að núna er stefnan í húsnæðismálunum sem markaðurinn átt að sjá að leysa og augljóslega hefur ekki gert, að efnaðarstefnan, að því að nú koma á svona selbúnastefna, að hún byggir á því að núna ef þú ert ung fjölskylda nýlega búin að kaupa með lánunum sem voru, að þá er eiginlega verið að koma því inn hjá þér að þú hafi nú gert bara lélegan díl, sko, þetta er að kenna að það er búið að 2-falda, 3-falda áborgarna. Þú hefði nú getað sagt þetta sjálfur. Ekkert land í heiminum sem að leyfi sér að koma svona fram við ungar fjölskyldur eða fólk sem er að koma á marka. En þetta er eitthvað viðhorf út frá þessu held ég sama. Fyrst þú varst ekki búin að borga niður húsnæðisláni? En ég er að reyna að tengja þetta fórseta frá En er þetta ekki akkurat líkillinn að því hvað er þetta skrítið við þessar umræður í kringu fórsetakosningarnar? Að þær eiga að fara fram á hérna svona velli, það sem allt er í lagi. Og til þess þetta sem við erum að lýsa hér má ekki vera hluta því að þeir sem eru að sækjast eftir í að vera fórsetar þeir verða einhvern veginn að tala að allt sé svo frábært hérna og Íslendingar svo frábæri og landið svo fallegt og frábært samfélag sem við höfum byggt hérna upp og við bara viljum ekki ræða það sem er að og þess vegna kannski verður samtalið stundum svona innihaldslaust eða hvað? Er það ekki líka bara vegna þess að svona meiri hluti þjóðarinnar er kannski á þeirri skoðun að forsetinn geti svo sem ekkert gert það sé stjórnmálin sem er að gera þetta og hann eigi að vera forsetinn eigi að vera eitthvað svona sem eigi að rífa okkur upp og hvetja okkur áfram eitthvað svona baráttu og and og jákvæðni sko. Ég veit ekki, ég er bara svona ég held að við erum alltaf fundist forsetið að vera svolítið þannig þeir eru bara að vera eitthvað svona í ykkur klappliði og segja okkur öllum hvað við sem geggið sko. Það er náttúrulega frábært ef þið geta gert það því að það er rosa gott að hafa einhvern sem að gera það og hefur bara tekið það hlutverk að sér. En ef þú átt ekki pening fyrir mat og afborgunum og húsnæðinu þá er alveg sama hvað út með flottan forseta hérna klappara eða söngvara eða stemningssetjara sko. Já, en það sem ég ætla að segja sko, að því ég var fyrst þegar forsetaframbjóðandi voru að koma frá þá hugsa hver hefði raunverulega gaman að því að vera forseti af því að það er algjört lykilatriði að sú manneskja sem tekur þetta starf að sér hafi gaman að því af því ef einhver hefur gaman að vinnunni sinni þá heillar hann hína með sér þá gefur hann okkur orku og ég held að forseti eigi að gefa okkur orku hann á að vera einhvers konar viti fyrir okkur hinn þannig að við getum svona
gengið svona myndrænt í samband við hann til þess að upplifa okkur að við tilheyrum hvert öðru og við séum saman í þessu. En það sem ég skrítið núna í umræðinu, þannig að það megi ekki, bara allar kosningar eru tækifæri til þess að taka út úr geymslunum að sjá hvað þetta og við erum að endurskoða þetta, fyrir hvað hann að standa, hvað hann að vera, mest áríðandan getur stoppað, vísa lögum frá, þú veist, frá skottsrétturinn og allt þetta, og fólk bara, það bara búið að vera svo mikið álag á okkur, þú veist bara Úkraína, Palestína, bara hvað sem það að við bara nennum ekki taka líka til í þessari geymslu, please, getum við sleppt þessari geymslu, en við þurfum einhvern veginn að sætta okkur við að bara hverjar einustu kosningur og hvert einustu skipti sem við sem samfélag og lýðræðissamfélag höfum tækifæri til að taka þá þurfum við að kíkja inn í geymsluna og ég bara pyrruð út í þá frambjóðendur og þá stuðningsfólk sem leyfur okkur ekki að fara inn í geymslunar og vera lýðræðisríki og segja bara hvað í geymslunni, eigum við að endurraða í henni og hafa gaman og það verður að vera, þú veist, það líka allskeins draslarna, þú veist, en þetta eru þær stundir í lýðræðissamfélagi þar sem við þurfum að taka þátt í tiltektinni. Og svo, 2. eða 3. júní, þá erum við bara öll orðin saminuð nýjan forseta. Það ekkert flóknara það. Það bara þetta álag með við þurfum að... Það situr í 12, 16, 20. Já, ég fór segi kannski einhver árin sem að Guðna ekki minn forseti, come on. Svo það bara búið. Þú veist, þetta bara, þú veist, en núna tíminn okkar til þess að segja hvað viljum við hafa þarna? Og mér finnst þetta svolítið góð kosningabarátta núna af því að við erum í geymslunum. Við erum í geymslunum. Þú trúið því að sýndu mér í geymslunum þinn að ég skal segja hverju það Og við ætlum ekki að flytja með okkur rusli. Ég finn sjokkið með að áhverja þetta samviskupið hvert geymslu sinni. Hvað finnst þér vera verðmæti? Hver eru gildin þín? Eru þau ekki í geymslunni svolítið? Eða hvar þú ekki að horfast í augu sjálf á þig? Er það í geymslunni þinni? Hvað finnast í raunveruleg verðmæti? Eða hvað ert að fela? Ég meina þú veist, ég alveg sammálaðir, og þetta með, og ég svolítið sakna þess, ég meina það eru ákveðnir frambjóðendur þar sem maður hefur á tilfinningunni að þeirra ein geymsla sé til sínis. Þar sem að maður sér manneskuna, þar sem maður sér áherslunar, en ég hef einmitt verið að hugsa svolítið að ég sakna þess að einhver þeirra tali ekki bara einhvers konar línu þarna út af við frekar heldur en að tala alla og bara stöðu samfélagsins og það sem ég finnst ótrúlega áhugavert að allt í einu eru allir frambjóðendur, eða nú ekki ég, margir frambjóðendur, að tala bara mikið að þeir séu kristnir, hvað þeir trúa mikið á Guð. Það? Ég hef ekkert orðið verið þetta, bara nú. Skoða þetta. Hvaða frambjóðendur eru kristnir? Þeir fram til þess Óla Ragnar, hann fann barnatrúna sinna, ég meina því 96. Já. Ég hef ekki orðið verið einn einasti frambjóðendur að tala kristni. Já, Katrín Jakobs í heimildinni talar um trúna. Og trúur? Er hún trúið? Já, hún er ekki í kirkjunni en hún er trúið og sækir kirkju. Er einhver frambjóðandi í þjóðkirkjunni? Ég bara spyr, Arna Þór kannski eða hvað? Já, mér finnst eins og Halla Tómas er að við tala um það, Jón Gnarr náttúrulega. Hann skrifaði frábært. Já, hann marða, svo hann er búin að fara margar hringi og hann sagði eitthvað að ég er katholiki. Já, hann er katholiki. Hann er katholskur, já, alveg rétt. Ég sá það. Svo var hann einhver tíma þá bara steig hann alveg frá og var trúlaus og hann er bara, veist hann svona... Hann er trúvillingur svo kannski. Já, hann er trúvillingur og mér finnst það alltaf mjög svona traustvekjandi þegar fólk er trúvillingar. Þú veist að það skipti og breyti og sé leitandi. Sagði sig úr þjóðkirkjunni sínum tíma út af hinsegin, eða ekki, samfélaginu? En hann talaði líka að hann hefði verið kallaður til fundar með kirkjunni og talaði einmitt að kirkjan væri raunverulega þróttmikil, að hafa getið tekið á þeim málum og snúið af braut. Já, hann var í einhverjum samningahópa, það ekki á milli þjóðkirkjunni og hinsegin samfélags, þess að sætt ykkur sjónamið, eða hvað, var það ekki? En eitt að því að þú sagðir að forsetanum, hann er það að hafa gaman. Já, það er algjört lykilatriði. En allir eru ánægðir með Guðna núna
Já, hún finnst þetta óbærilega leiðilegt ekki. Ég held hann sé ekki eftir neinu eins mikið í lífi sínu eins og hafa látið til leiðast að verða forseti. Þannig hann uppfyllir þetta ekki sem þú ert að segja? Nei. Hafið eitthvað tíma að skemmta sér í þessu embætti? Nei, sko, hann vandar sig og ég held að sé frábær manneskja, en þetta var alls ekki staður það sem hann átti að eyða 8 árum ævi sínar til að vera, að því held hún hafi fundist þetta hræðilega leðilegt. Og það er erfitt að finna... Hann er rosa glaður eftir að nákvæða að hætta. Já. Og hann er búin að halda mjög beittar, sterkar og góða ræður sem ég hlusta á hann. Mætingin á Palestínu tónleikana. Og það er erfitt að finna mannesku sem er njóta þess að vera í þessu starfi. En ég held að bæði Vigdís og Ólafur Ragnar hafi gert það. Ég held það. Það held ég líka, ég held að sérstaklega Ólafur, ég held að hann hafi bara elskað þar forseti Íslands. Eitt varðandi þetta sem ég var að hugsa með Ólafur náttúrulega breytti þessu með hana að því ég til fyrir svona einhvern veginn eigin retningar en að sko nýta hennar málskursett svo núna, það var það eitthvað sko í kosningunum 96, þá var hann að tala þá hétt þetta öryggisvendill þannig að sömuleyti komið til ekkert sem átt ekkert á óvart, nei, en hann þú veist, þegar menn fari í þetta hvort sem mér finnst gaman ekki, þá var það vendilega til að hafa einhver áhrif til að breyta einhverju og þarna hefði hann líklega langað það með þessu og nýtti tækifæri tvisvar en á móti Davíð lögunum og síðan þetta endurfæðast eftir hrunið og sko og svo þetta núna allt í einu máli í kosningabarðunum var þetta nú eitthvað til umræðu þegar Guðni var kosinn? Já, þetta var það 2016 var þetta til umræðu ég var þá að vinna mikið í kosningasjónvarpinu og RÚV og kosningaþáttunum og gerði prófíla alla frambjóðendur og allt þetta Guðni var með þá afstöðu að forsetinn ætti ekki að vera eitthvað að nota þetta eitthvað mikið hann vildi vera hefðbundnari eins og Kristján og einhverjir eldri forsetar sko og hérna það var greinilega það sem þjóðin vildi þá eitthvað svona við setjum aðeins pásu á þetta málskotsrétt en ég held að þessi umræða sé og verði áfram í gangi alveg þar til að við ákveðum að gera einhvers konar breytingar á þessari blessuðu stjórnarskrá sem Guðni búin að vera að biðja á einustu þingsetu það var að gera tilraun til þess að breyta stjórnarskránni það er alltaf verið að gera tilraun þar var málskotsrétturinn að fluttu til þjóðarinnar en hann var skilið líka eftir hjá forsetanum en þess að þeir sem voru í stjórnlagaráði náttúrulega töluðu við fólk og þá kemur í ljós að mikill meirihluti almennings vill að forsetinn hafi þetta vald ég veit það og þess vegna er ég að segja og þess vegna verða þeir að tala að núna í kosningabaráttunni því að meirihlutin vill hafa hann inni og mjög stór hluti þjóðurinn vill að þetta sé bara í stjórnarskráni alveg skýrt og skorinort að því að núna er þetta túlkunaratriði sem að Ragnar bjó til eða það er allavega svo skýring sem að prófessori í stjórnskipunarrétti komið með eftir að Ólafur gera þetta var svona hans að virkina hann rétt en ég hugsa að það er allavega stór hluti þjóðurinnar sem að vill hafa þetta bara skýrt í stjórnarskrá skýrara en það er núna og upplifir að forsetinn eigi að vera eitthvað svona mótvægi einhvers konar vendill einhvers konar aðhald þannig að það get ekki komið einhver Mussolini eða Stalin eða Hitler eða eitthvað og gert eitthvað eða bara Bjarni Ben ég ætla nú ekki að vera nei þú veist hvað ég er að meina ef eins og til dæmis einhverjir frambjóðar hafa talað ef þingi fyrir einhvern nátt fram úr sér og allar að taka mannréttindi af okkur eða banna auðlindirnar eða taka jafnrétti af eða eitthvað svona. Já, en ég held að þú þurfa að vera eitthvað stoppari, ég held að þjóðin vilji það alveg. En ég meina líka bara eins og sko maður sér, ég meina vinstri græn voru náttúrulega með talsveit mikið fylgi í síðustu kosningum og þar áður og ég meina ég held að vinstri grænir upplifi ekki að þeirra baráttumál og þeirra áherslumál hafi komist í gegn sem sagt þingið og lagarsetningu og ég held að bara allir í því tilfelli er bara ágætt að vita að þarna sé einhver möguleiki að stoppa eða hafa áhrif. En svo finnst mér heldur ekki með að gleyma að í rauninni þá byrjar þetta ekki allt með Ólafur Ragnari heldur Vigdís náttúrulega var í aðstæðum þar sem að þetta kom upp og hún þurfti svona að taka afstöðu til þess. Og hún sagði lengi með samíkin. Nákvæmlega og hérna þannig að þú veist þetta byrjar sko umræðan byrjar eða sérst hugmyndin þetta
byrjar svolítið þar held ég. Þetta náttúrulega í stjórnarskrá. Já. Það sem eins og lögspekingarnir svo kallaðir, við getum sagt bara valda elitan, alltaf að reyna að sannfæra okkur að forseti sé valdalaus. Já, ég veit en hann það ekki og Ólafur Ragnar sýndi það náttúrulega. Að þegar að forseti fer eftir stjórnarskránni, að þá allt þetta tal hefðirnar, skiptir bara engu máli. Nei. Og líka náttúrulega þegar að Sigmundur Davíð vildi leysa upp stjórnin og hann segir bara nei. Einnig skiljið, þú veist, þarna þetta hefur virkilega áhrif á hérna stjórnarfar landsins. Þetta bara alls ekki áhrifalaus stað. Alls ekki. Bara langt í frá. Og svo getur líka forseti nýtt embætti sitt til að koma alls konar málum til leiðar ef hún sýnist svo, sko. Já, þannig að þetta skiptir máli hverja skoðana fórsetin og hvaða áherslu hann með. Mér finnst það, sko. En þetta með að hafa gaman aftur á móti, að því að mér hefur þótt þessi kosningabarta, ég ósammála að þetta sé eitthvað skemmtilegt. Nei, ég sagði ekki að það væri skemmtilegt. Því þið gaman að taka til. Það er ekki gaman að taka til í Mér hefur geimslu, einmitt fyndist þetta að vera of aðla stuðningsmenn, vera of rætnir og leiðilegir og eitthvað svona, og ekki bara einhver eins, heldur, mér finnst þetta svona bara vera einhvers svona slittuslagur eða leiðjuslagur stundum og ég er bara svona, ætlaði að fara að tala með þetta innanferðin en það í mínum huga einn frambjóðandi sem er bara búin að bjarga þessari forseta þessum kosningum fyrir mér eða þessum aðdraganda kosningana og það er Ásdís Rán og ég er svo glöð að hún náði meðmælum. Ég er ekki að segja ég ætla að kjósa hana eitthvað endilega, ég er ekki að meina það. Hún setur bara eitthvað svona annan brag á þetta allt, þú veist. Ég kemdi dyrni sem ég klæddi Gucci bikini, þú veist, þetta er bara eitthvað svo Mér finnst þetta svo æðislegt. Ég meina, Viktor, hann var ekki hann sem var búin að lesa stjórnarskrána. Hann er bara svona eins og einhver lögréttu upplesari á þingi til forna og bara kemur með það inn í þetta en svo reyndar, hann verður ekkert mikið samtal það sko ekkert samtal að vísu og svo kemur, þú veist, Ásþór með friði núna einhvern veginn, ég var ekki að hlusta á hann undanfarna áratugi sem hann en núna er náttúrulega stríð í Úkraínu og Gaza og allt í hennu er bara ýmislegt gott sem hann er að leggja til máluna líka og Ásþór, þannig að mér finnst einhvern veginn það vera smá veislega partí þessi litlu frambjóðandur og þetta með Ástór aðeins bara bæta við að ég gerði líka prófíl Ástór 2016 því hann bauð sig fram þá líka sko. Og þá er hann að tala að bara áður við vitum að þá muni Rússar ráðast inn í Úkraínu og þá voru allir bara eitthvað byrjar hann nú skilur við að taka marka á þessum kjarnorkusprengjum og er ekki við ég veit það ekki en þú veist kannski ekki alveg ég veit það ekki en þú veist ég er bara að segja þú veist hann hefur ekki það er ekki allt sem hann segir galið hann er spámaður en mér finnst svona það sem ég sakna svolítið í því sko mér finnst Ástór sko aggressífur heldur hann verið og ég held að myndi ég er alveg og þeirur sko er það? Já, hann er svo rólegur, ég hef aldrei séð svo rólegur hann var rosalegur 2016 sko hann var rosalegur jú, já réðist inn og rúf og ég veit ekki hvað en mér finnst hann sko, ég veit ekki, mér finnst hann alveg hann er rosa aggressífur og þetta með sko ef hann myndi kannski leggja áherslu á aðeins trúverður við hluti heldur hann ætla bara að banka upp í að Pútín og leysi þetta eða skilja, hann geti gert svo margt sem að hann var enda mjög góður í samtalinu hér. Mjög gaman að tala um. Já. Og skemmtilega sögu frá að segja. Já, hann var líka bara rólegur og svona talandi en mér finnst svona eins og fólk verður yfir þegar ekki verið að grípa fram yfir. Nákvæmlega og ekki verið að stilla ykkur veg því ég get alveg spurt sko á forseti endilega að vera góður í pólitískum kappræðum þar sem verið er endalaust að skjóta og ég veit það ekki. En hann þarf þess ekki í starfinu nákvæmlega. En ef hann ætlar að ná kjörið þá þarf hann samt að kunna það. Hann þarf að kunna það en það sem að mér finnst líka svo áhugavert við þetta er að sko eins og Viktor að mér fannst hans innkoma algjörlega frábær og ofboðslega hressandi og ég hefði svo viljað sjá hann vera aðeins sterkari og svona hafa aðeins meira spektrum í því sem hann var að segja sko hann fyrir svolítið í kleinu þegar hann er beðin einhvers konar
aðrar útskýringar. Hann bara með mjög skýran ramma. Hann bara, leikurinn hans bara alveg borliggjandi og hann lætur ekki íta... Sér út í eitthvað annan leik? Nei, hann bara alveg með gameplan og það svona. Það engin dans í því, sko. Nei, en eins og með, sko, Ásdísi, að það sem svo flott að fylgjast með henni, sko, hún byrjar náttúrulega með þessar ég alveg saman dásannu yfirlýsingar og bara svona hér ég og ég getum bara reddað Íslandi, ég bara vönnið því og bara, þú veist, það vantar fallegra fólk á Bessastaði því annars nefnum ekki að horfa, ég meina þetta alveg brill, en svo finnst mér líka hún hafa vaxið svo mikið í gegnum baráttuna. Ég sammála því. Og þess vegna held ég þetta sé hrikaleg mistök ef að RÚV ætlar að gera það sem að liggur fyrir núna, að vera með úrval í en það var þannig 2016 líka sko. En heimurinn breytist og það má breyta þó að það verið þannig Kappræðan og stöð 2 þar sem að voru bara 6 efstu var bara leiðilegu þáttur. En þátturinn sem að RÚV var með daginn, með þeim öllum var algjörlega skemmtilegt og gagnlegt og gott og svo þarf bara að gera það einmitt aftur og sumir eru búin að þjálfast, sumir eru í síni hlutverki en þá væri þetta það var lýðræðisveisla eftir tiltektinni í geymslunni eða garðinum sko. Þessi þáttur og RÚV var einmitt mjög skemmtileg það komið svo óvart að ég sko, ég mani bara þegar ég var að vinna og svona, það voru umræðan oft alveg bara svona hvernig við að geta verið með þátt með svona mörgum þetta erfitt að stýra svona þætti og það erfitt að halda tempóinu og mér fannst þau gera það vel að koma með stuttar inn á milli og síðan lengri og það myndaðist skemmtileg dýnamík í saman það kom alveg svakalega óvart gera þetta aftur, þá geta þau bara endurspilað hináttum, þau eru alltaf að endurspila hvað sem eru spara þau voru að tala með því á þér í gær einhverjir, eða því ég var að horfa á í gær þetta var sko mjög vel gerst maður varð ekki þreyttur og 2 tíma þættir núna og ég búin að horfa ekki öll en þessi viðtöl sem þau eru búin að vera að taka núna Fólksvísatið það hefur tekist allavega ágætlega í þessu ég var sammála umræðanum í gær en hins vegar er náttúrulega bestu og dýpstu umræðana hér það hafi náttúrulega verið það og morgunvaktin var leiðrétt í morgun heyrður það á Rás 1 á RÚV að látin minnast á samstöðuna líka þau eru aðeins að frétta af svona heimildinni og samstöðuna en ég sammála samt þeirri þó mér finnst vera svona leiðilegt stundum í þessum fórseta þessu frambóðsmálum og svolítið leiðislega og sérstaklega á samfélagsmiðlum að þá finnst mér þetta algjör lýðræðisveisla og mér finnst ótrúlega gaman að sjá hversu svakalega spennandi kosningar þetta eru. Ég hef enga hugmynd hver að fara að vinna þetta ég get ekki eins og sko reynt að spá í það hver verður forseti og ég hlakka svo til þess að horfa allt í einu á kosningasjóar nákvæmlega og bara eitthvað, þessi núna og þetta verður geggjað þetta bara, þessi spenna það kemur ein könnun í dag og þá er Halla Tómas efst eða hvernig hún var í gær eitthvað og í fyrradag Kata og svo er Halla Hrund og svo er Baldur og svo er þessi og hinn og mann bara svo, hvað er að gerast þetta mér finnst þetta geggjað og þetta segir mér að þjóðin er bara svona svolítið ekkert bara búin að ákveða sig það eru einhverjir með eitthvað svona ákveði kjörfylgi Kata með sín og Baldur með sín og svona, restin er bara svona Halla var frábær í gær, ég ætla að kjósa hana og svo bara morgun, nei, heyrðu, Baldur var frábær í dag ég ætla að kjósa hann það er bara eftir hvernig spurt og ég held að eitthvað könnar sín 2016 og það voru eitthvað 25 eða 30% sem að ákvæðu sig ekki fyrir í kjörklefan sem að gera þetta alveg sjúklega spennandi en ég held líka bara þessi breytt kosningar 2016 voru aðeins öðruvísi út af svona demografínu í milli frambjóðenda þú veist hversu mikið fólk var þekkt fyrir hvað það var þekkt og svona það náttúrulega það sem breytti þeim kosningu var það að þeirra Guðni gaf kosta sér hann meldist hann í fyrstu mælingu með 60% og svo 70% og svo bara sveif hann í mark sko. Og það sami gerðist 96 að þegar Ólafur Ragnar boðaði framboðsitt þá mændist hann fyrst í 63% svo sveif hann bara í mark sko. Það hefur ekki gerst núna þannig það engin sem ekki svona afgerandi fórustu. Nei, en það samt sko, mér svo áhugavert sko, ég náttúrulega svolítið ósammála þér með ríkisútvarps mér finnst það ekki í rauninni gefa neitt nýtt þannig séð fórustusæti og mér finnst það ekki viðtölin ekki að það var skemmtilega en hins vegar þessi þáttur mér finnst alveg magnað á 2 tímum fannst mér í kynnast þessum 12 frambjóðendum alveg undarlega vel
og og auðvitað var kannski ákveðin svona tortúr, kannski voru þau þægari vegna þess að þau þurftu að standa upp á ég meina í 2 klukkutíma. Það ekkert mál. Segir þú leikarinn að þú fluttur á orku þá bara þú stendur, það betra þú standir fyrir þig til þess að vera í pressa þá er það bara þeim gerðu greiði að standa af því að þú situr þá byrjar að missa fókus þannig að þeim gerðu greiði með því já, nei þú gætir sofnað ég veit ekki, þú ert leikari, ég er ekki alveg þú heldur lífi í skrokknum á þig með því að gera þetta þannig að þetta er bara adrenalín og nei það er bara present einu sem þið þurfa að passa standa ekki fast í báða fætur allan tíma þannig að það fyrir að rugga sér aðeins nei, ég veit ekki, mér finnst þessi 12 manns, mér finnst þetta gleðilegur svona þverskurður, mér finnst í alvöru mér sjálfur finnst þetta nokkri nöttarar og svo finnst mér einhverju hressir en samt, erum við ekki að komast í svona eitthvað seinni hálfleik og núna verður síðasta vikan kannski 4 efstu já það er svolítið svolítið Katrín einhvern veginn först í 25% og þá það bara spurningin mun einhver geta fara upp fyrir það ég held að fara enginn upp fyrir 25%. Halla Tómasdóttir, hún að bæta við sig 7% eina vikuna, 5% næstu vikuna þannig að með sama áframaldi mun hún fara þarna upp síðast kusu 28% hana síðast 2% hún fylgir sitt á kjördag það er svo áhugavert að síðast þá gerist nákvæmlega það sama og núna og mér er svo áhugavert að hennar hvað ég segja hennar góða fylgi síðast virðist ekki hafa skilað henni ég menn hún var með einhver bara örfa prósent til að byrja með núna. Nei. En þetta með aðeins með þessar kappræður aftur með langar að snúa því aftur þegar Stöð 2 er með fyrstu kappræðina sína efstu 3 í skoðanakönnunum þá afþakkar Katrín boð í þann þátt og í staðinn fer Halla Hrund í þáttinn og þau eru 3 efstu sem sagt Jón, Baldur og Halla Hrund eftir þann þátt og þá tekur hún flug í skoðanakönnunum Halla Hrund Halla Tómas kemur inn eins og þú segir hún er bara ekki að mælast, hún er bara ekki með og henni er ekkert boðið í neina kappræður á Stöð 2 eða eitthvað staðar því hún er ekki að uppi kemur pallborðið hjá RÚV allir eru, hún kemur inn og hún fer bara beint hún tekur bara stökk upp eftir þann þátt sem segir okkur hvað þessi þættir hafa gríðarlega mikil áhrif á fólk sem er að horfa og rosalega stjórnun í þessu mjög, og þessi síðasti þáttur sem er hann á föstudeginu fyrir kosningarnar hann ég bara fullir því, hann sker úr það hver verður forseti en er ekki eðlilegt að svona þættir þar sem fólk er að tjá sig og sýnir sig er ekki alveg mjög eðlilegt og viðeigandi að það séu þeir sem í rauninni hafa áhrif á sem sagt hvar fólk vil leggja atkvæði sig og mér til dæmis þessum heimildin ég er svona veltir svolítið fyrir mér heimildin er búin að vera með mjög fín viðtöl við hvað marga 3 ég skil ekki hvað við, af 12 og það er svolítið svona, þar finnst mér svolítið Nei, það er búið að vera við Nei, við fleiri en það sem að svona frá almanna Er það? Já, og þar verður kosninga sem var á þriðjudaginn úr Tjarnarbíó Já, en það er ekki búið að vera við Það sem ég reyninu myndi ráleggja til dæmis þessum forsetaframbjóðendum og hefði gert fyrir fyrri kappræðina líka verið sjúklega vel undirbúin og vel hvíld fyrir þennan þátt af því að það bæði þessi sem er á föstudeginum fyrir kosningarnar og síðast vegna þess að hann skiptir svo miklu máli þegar kemur á fylginu, þetta er rosalega skrítið þó svo ríkisútvarpið eða RÚV sé ekki endilega að standa sig best í kosningaumfjöldun ég ætla alls ekki að segja þessi þau eru með stærsta salin þau eru með stærsta salin þau eru með langmesta áhorfið og mesta powerið þannig að þarna eiga forsetaframbjóðunar að leggja áherslu á sín mál Hvernig átt að standa þið vel? Hvernig átt að standa vel? Best að vera öruggur og hreinskilinn
og ekki vera að reyna að fara undan í flæmingi, skilur og verður bara undirbúinn, verður hvíldur. Já, ekki vera þreyttur, ég nefnilega tók eftir Þú átt að vera búin að segja í kostningabarátuna allt sem þú þarft að segja, þannig að þú getur reyni bara skemmt í konunglega. Já, þú átt farað inn og þú ætlar að fara að sjarmera fólk. Og þú ætlar að nota hjarta til að svara, og þannig að þegar þú spurðir eitthvað, þú veist svörin, þú þarft ekki vera með að skrifa blaði eða neitt, þau eru í hjartaðinu, svaraði bara heiðarleika og skemmtir vel í sjónvarpi. Ég held að þetta var nefnilega aðeins byrst í fyrri þættinum og RÚV, að því að þá var Halla Hrund búin að vera í pallborðinu hérna pressu hjá Heimildinni. Já. Hún hefði verið sama daginn í svona grilli. Hún hefði ekki átt að gera það til dæmis. Já, var það sama dag. Þetta var þriðja stóra sjónvarpsviðtalið hennar kvöldi á RÚV meðan að Halla Tómasar sem átti að vera líka í pressuþættinum, þau voru 4, að hún kom ekki þar. Hann kom hérna út á þess að ég kunni svona Nei, ég veit, og aðri frambjóðendur voru bara búin að taka sér frí þú veist, gerðu ekkert annað þennan dag, skilurðu þannig að, þú veist, hvíldu þið fyrir svona dag. Þannig að Jón Gnarr, hann náttúrulega í tökum alla dag. Já, hann sagði það líka en hann var bara hreinskilinn með það samt. Á 50 og 1. daginn næstu viku. Já, í tökum. En það sem hefur verið samt líka svolítið merkilegt í þessar kosningabaráttu hvernig Morgunblaðinu, MBL hefur tekist einhvern veginn að hérna stýra mörguleiti umræðinni. Allt í þungunar á orðið mál. Já, síðan hvenær að fara eitthvað mál fyrir fórstu. Þeim tekst einhvern veginn að stíga fast inn í þetta og stýra svolítið umfjölduninni, það kemur mér mjög á óvart að hvernig þeir hafa gert þetta. RÚV vísar alltaf í mokkan sem öruggan fjölmiðl á Íslandi og er varla búið að frétta af Heimildinni eða samstöðinni. Eða vísbendingu. Já, vísbendingu. Þetta ég er samt alltaf að senda þeim hann að gefa eintök. Já, en sko, til að lyfta umræðan aðeins upp, en þetta er einhver leiti sko við erum svo seig og sein að breyta. Þú veist, það var einhver mesta snild að mbl.is var innstilt sem hometakkin í öllum Microsoft Explorer browserum í öllum tölvum sem voru sendar á landi. Já. Að þá einhvern veginn hérna, það er farið að stýra umræðinu en ég held að þetta sé nú þeir ráða ekki við það út alla þessa kosningar. Nei, en sko ef við tekum bara fjölmiðlun svona heilt yfir að þá sé ég bara að það er miðillinn sem ákvað að setja allt í þetta, þú veist, í kosningum MBL. Þeir bara fara snemma af stað, þeir eru vel undirbúnir, þeir vita nákvæmlega hvað þeir ætla að gera áður en baráttan hefst, þeir eru búnir að búa til templates, þeir eru búnir að ákveða að fara um allt landið, þeir eru búnir að leggja niður allt planið, örugglega búnir að gera það einhvern tíma bara snemma eftir áramót. Það er bara leið og Guðni segist ekki að vera með og þeir setja bara allt í þetta og þeir eru að búa sér til mjög sterka stöðu, búa til hérna vörumerkið MBL sem sjónvarp og þeir eru búin að bursi frá því hvernig þeir tala um hlutina og þá eru þeir búin að branda sig mjög vel sem að tókst ekki alveg hérna með þessu dagmálum og einmitt, þannig að þeir eru að gera það svona í stæðin borgarafundi, þú veist eitthvað sem að RÚV til dæmis ekki gera en gerði í gamla daga og veist, ég man eftir að fara í borgarfundina með RÚV. En þú að tala þetta með við RÚV, ég meina það er hér, umræðan hér á samstöðunni er búin að vera alveg frá því að Já, það er heldur ekki þessi borgarfundir sko, farið landi, ég er að meina það ná tengingu alla þjóðina sko. Ná því, en svo voru þessi 3 pressuþættir á Heimildinni með 4 áður en það var En alveg sama hvað álitu hefur og gæðum þess að þátt að þetta sé rétt hjá Láru að hérna mokkanum hefur tekist eiginlega að stýra því hvaða mál er í ég er alveg sammála því að koma þungunarrofi inn í forstakosningar á Íslandi það er stórmerkilegt Já, þeim hefur tekist það Þeir náttúrulega gera það ekki, það eru hinir sem er í forystusætinu sem að taka þetta upp Já, og gera það að máli Já, rúvararnir taka upp línuna frá Stefán Einari og það að Stefán Einar skulle hafa spurt Katrínu Jakobsdóttur þungunarof í fyrsta spursmálsþættinum og þessi hommaklubbur þýðir ekkert það, segir ekkert það hvort að RÚV að gera það líka Ok, ég vil nefnilega taka það fram að ég hef engan að hafa farið inn í geymslurnar hjá forsetaframbjóðendunum Nei, ég er að tala um geymsluna hvernig viljum við hafa Íslands samfélag geymsluna Já, þið langar ekki að fara að skoða nærmast Nei, og
ég hef engan áhuga á því, en ég vil fá fram í þeim frambjóndum að þeir svari þeim hlutum sem við erum að koma með út úr geymslunni, sem við sem samfélag verðum að kíkja á, þú veist eins og fráskotsréttin og allt þetta sem við erum að skoða hérna. Mér hefur aldrei fundist eins áríðandi að það væri tekið alvarlega. Ég hef eins og þegar í síðustu kosningu, þá var ég bara, come on, ég er ekki að vera hérna í einhverjum kosningum út af öllum málum alla dag, ég bara kýs minn flokk eða eitthvað og svo bara sér ríkisstjórnin þetta. Ég er alveg sammála. Af því að ég skynja í fyrsta skipti núna í skrokknum á mér að það eru bara valdaöfl sem að vilja mér ekki það besta og vilja börnum, barnabörnum og framtíðin ekki það og ekki að hugsa í 100 árum heldur í svona, 100 árum fyrir sig og sína en ekki fyrir heildina. Og hérna, þannig að þetta hefur aldrei vaknað svona sterkt í mér áður. Þannig að þetta komið út úr samfélagsgeymslunni og við viljum bara fá svör við þessu fyrir 1. júní hjá öllum þeim hlutum sem eru þarna til þess að ég viti hvernig ég ætla að nota atkvæðið mitt og ég veit ekki hvernig ég ætla að kjósa. Þó að besta vinkona mín sé í framboði að ég veit ekki hvort að ég mun nota atkvæðið mitt fyrir hana bara því ég elska hana og hérna og treysti henni þetta eða gegn annari eða að því að ég vil umfram allt að þessi manneskja sem er bara mjög skýr með það hvernig hún muni nota það sem mér finnst svona áríðandi og svo vonandi setur hún þennan hlut inn í geymslu og þarf aldrei að opna skilur, en þá veit ég hvaða gildi eru sko en það er líka áhugavert sko að þessi klofningur hérna það er nefnilega klofningur í þjóðinni núna, finnst mér. Það er milli þeirra sem að finnst allt í lagi að forsætisráðherra hætti sér forsætisráðherra og bjóða sér frá sér forseta og þeirra sem finnst það bara alls ekki í lagi að forsætisráðherra segir sér frá embætti og bjóða sér forseta. Og þarna er djúpur og það var, mér langar að segja eitt hérna af því að hérna, minnst það svona pingu sama energi eins og í MeToo. Við byrjum að tala, ef við náum að tala bara gildin og tala það sem í geymslunni, þannig notið þessa hræðilegu myndlíkingu, en bara ef við tölum hvað viljum við, hvernig samfélag viljum við vera, við hérna þetta lýðræði eða eins og í MeToo, hvað þarf að breyta hérna, hvað erum við að líta alltaf út fyrir, hvað erum við með blind spot, hvað þurfum við að skoða núna, af því að við höfum núna þroska til að takast á við það. Leið og kemur andlit á gildin eins og var í MeToo og eins og núna að það komið andlitið á forsætisráðherra, þú veist, hún heitir Katrín Jakobsdóttir, ef við bara tækjum andlitið á hún og værum bara að ræða gildin í þessu, gildakerfi, þá væri ekki skítkast, þá gætu verið ennþá í opnu samtali, en þetta er sama gildra eins og í MeToo leið og komu andlit, þá bara hættu að geta að tala saman af því að þá eru þetta bræður okkar, þetta voru bestu vinir okkar, þetta og samstagsfélag, þú veist, og þá bara töpuðum við samtalinu og heimspekinni og gildunum og draumunum og búa til fyrirmyndarsamfélag og það sem að öll mörk eru tekin til grein og bla 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 og erum bara að tala eitthvað drasl úr geymslunni hjá mokkanum af því að þeir sitja andlit á það og láta okkur falla í að vera, þú veist, að því að eðla okkar pota í eitthvað svona lítið sem skiptir engum máli við þolum ekki að sé sparkað í systkin okkar við þolum það ekki en svo annað, þegar þú talar þroska þjóðar, ég svona velti pínu fyrir mér að vil vera pínu leiðileg og svona negatív sem ógeðslega leiðilegt þegar þú talar svo mikið gleðina, ég alveg en sko Íslendingar eiga sko þeim svolítið tamar að tala fólk heldur en konsept og hugmyndafræði og það held ég sko, ég held það ég meina, annars vegar þetta bræður okkar og feður og frændur og alls konar eins og MeToo og systur en hins vegar eru við líka bara miklu uppteknar að sögum að fólki okkur finnst það miklu skemmtleri heldur en að taka konseptin út, en það eigum við ekki einu svona orð fyrir konsept, almennilegt orð skilji. En erum við ekki að verða aðeins betri í þessu? Ég veit ekki, ég meina við erum hætt að segja how do you like Iceland ég skildi ekki þegar fólk sagði þetta við mig fyrir 20 árum hvað er rangt við að segja how do you like Iceland? Ég skildi við erum átt að kynntina í þessu séra Ólafur Skúlason þú veist og hún Pálína sem þurfti að flýja til Danmerkur ég bara
Var hann ekki bara aðeins að káfa húnni? Skilur Já, þú er það eitthvað þú veist, við erum ekki að þroskast aðeins. Ég veit ekki, mér finnst reyndar Ég meina, ekki búið að vera eitthvað rosa umræðum það og hérna út af því að var ekki hægt að velja Albert í landslið Jú, og fullt af fólki á móti því og brjála yfir því, hann skulle ekki vera valinn. Má ég samt aðeins skjóta einin í áðurum fyrir mig það að hérna sko mér finnst vera alveg ný kynslóð að mæta vaktina, hún bara ekki verið að kjósa og hún ekki komin í almennu umræðu en þegar ég sé krakkana mína sem unglingar og þeirra svona afstöðu til lífsins, þeirra svona gildi þá finnst mér og ég reynda að fann þetta líka sem kennari fyrir nokkrum árum, þá fannst mér líka allt í einu vera ný kynslu mæta vaktina þannig kannski þetta að skána en mér langar líka þess að pikka upp hjá þér frá því áðan sko að þú segir að þetta sé skautað í tvennt ég held að sé hérna allavega kringum mig er alveg þriðji hópurinn sem að finnst bara í sjálfu sér ekkert mál að hún hafi hérna droppað þessu embætti og hoppað yfir ég meina ég sagði það, annarkvort þetta þar eða hinum megin. Nei, sko hver miðjuhópurinn? Það engin miðjuhópur. Og svo máttu ekki ræða hitt af því að þá það allt andlitið sem búið að sitja á það í staðan fyrir eiga að ræða þetta bara. Þriðji hópurinn er sem sagt sko hópurinn sem að finnst í sjálfu sér lagi að hún hafi hoppað en bara finnst ekki lagi það sem hún hefur stendur gert. Fyrir, já. Og ég held að hann sé ekkert lítill, þannig ég ekki viss þessi, ég alltaf svona pínu spyrjandi, það allir að tala þessi skautin, ég alveg hundlega þessi skautin, vegna þess að það ekki bara tvær hliðar á neinu máli. Nei. Það er bara svo auðvelt að lýsa því þannig. En eigum við að reyna að ræða þetta án þess að hafa andlit, það í landi langt í burtu. Þar var forsætisráðherra. Sem ákvað það að bjóða sig fram til forseta. Í því landi hafði verið aðgreining á milli flokkastjórnmála og forsetaembættisins öfugt við í löndum þar sem að forsætisráðherra hafði áður gert þetta. Þannig að þetta í fyrsta skipti í sögu landsins og fyrsta skipti í okkar heimsluta þar sem að forsetaembættið með þessum hætti að einhver stígur úr forsætisráðherra embætti og býður sig fram til forseta. Og tekur þar með farangusinn sem að við erum kannski vön á stjórnmálavettvangnum en erum ekki vön að hafa til umræðu í aðdraganda forsetakjörs. Og þar alls konar farangur sem að stuðningsfólk þessa forsætisráðherra í landinu, langt í burtu, til að vera góðs og sína styrkleika. En eins og gerist þegar fólk kemur úr stjórnmálunum, þá kemur það með alla óreina þóttinn úr geimslunum með sér og þetta hefur sett svona mikinn svip á kosningabarátuna sem að þessi þjóð var frekar óvön að eiga í aðdraganda forsetakosninga það að vera í einhverju uppgjöri hvert pólitísku ferli mest áberandi stjórnmálamann sinna kynslóðar. En það eðlilegt vegna þess að þessi þjóð hafði aldrei verið spurð að því hvort að það væri í lagi að forsætisráðherra pólitískur. Það var engin hefð fyrir því. Það var engin hefð fyrir því, þetta aldrei gerst áður og þjóðin átti eftir að fá að taka þetta samtal og meðan að aldrei spurð þjóðin. Nei, núna samtali vonandi í gangi þarna í þessu landi langt í burtu. Fattari. En þú veist, þess vegna þetta svona áberandi þarna í þessu landi, þessi umræð, af því að það átti eftir að taka samtalið. En samt má ekki tala erfiðumálinn. Nei, það það sem að mér finnst svo skrítið. Við erum að tala bara prinsipið flokks pólitísku forsætisráðherra fer yfir hættir og verður forsæti. En í þessu landi, langt í burtu, það sem bestur lífskjör í heimi og bara minnstur ójöfnur, að þar bara fyrir heiður húsins þeir sem að reyna að tala eitthvað svona sem aflega fer, að það bara það þarf einhvern veginn að þakka niður þeim eða þeir eru að skemma stemminguna eða hætta að vera fastir pislahöfundar á ríkismiðlinu þar eða sko þannig að þá nú kannski ekki gott ástand í portinu þar sem allir eru búin að taka út úr geimslunum og ætla að hafa einhvern basar sko Þetta orðið rosalega svona eitthvað skýjasamtal það bara má ekki tala um eitthvað þegar að hjálpa mér að vera með ég skil bara allt í svona mér finnst þessi geimslu
pæling mjög góð, sko. En kannski gæti það gerst að þessi þjóð, allt í nú segir, heyrðu, já, þetta er ótrúlega snjallt, ef við ekki bara hafa forsetæmbættið bara flokkspólitískt, ef við ekki bara fá frambjóðanda Framsóknarflokksins næst, eða hvað, haldið það Eða niðurstaðan? bara breyta þessu embætti og gera það líka því franska Ja, en sem það er- dæmi, eða bara það er breyta svona- lýðræðinu, Já. þú veist, skiljiði, breyta lýðræðisreglunum. En er þetta ekki svolítið vandamáli með þetta? Af því að þetta mál er eiginlega ekki á dagskrá. Nei. En þetta er eina, nei, auðvitað viljum við hafa þetta eins og þetta var, en við viljum bara gera eina undantekningu af því þetta er Katrín Jakobsdóttir. Og hún er nú svo... Nei, það er bara aftur skrokkurinn á mér, það er bara my guts, það er eitthvað inn í mér, rétt eins og ég ætlaði að kjósa Vinstri græna fyrir 7 árum síðan og ég hafði samband með þess að veit frambjóndar og sagði, get ég verið vissum að þið farið ekki í samstarfi Sjálfstæðisflokkin, get ég verið vissum það og sá frambjóndi bara engar áhyggjur Dóra, þú getur verið alveg vissum það og ég fór á kjörstað og bara og kaus Pírata. Af því að ég fann að þeir væri þær einu, ef ég hugsi 100 ára boga, væri þær einu sem geti treyst í að myndu fylgja nýju stjórnarskráni eftir, skiljið. Þannig að stundum er svarið bara ekki lógist í haustum á mér, það er í skrokknum á mér. Og í skrokknum á mér núna er bara, býtu, af hverju ætti ég að treysta þessum líkama, eitthvað frekar núna en þá? En nefnum bara segja mér það og segja bara, veistu það Dóra ef ég sendi henni prívatpóst veistu það Dóra Þú getur treyst mér 100%. þú getur treyst mér 100% að þó að ég hafi tekið þátt ég búið allt saman til undanfarið 7 ár og samþykkt sumt og sumt gegn mínum vilja að því átti ekki annar að kosta vel að því þú veist hvernig er að vera hluti af kerfi og það bara þú til þess að geta vera maður er teamplayer en kemur þessi gegn að selur þetta og allt þetta sem ég veit alveg, ég hef unnið í háskóla þú veist ég veit að þetta er að gera allskins stíla og víla og er þú veist að bara já, trúru ef hún myndi segja við mig en ég mun alltaf standa með héðan í frá þess vegna ætla ég að verða forseti Öfugt við það sem ég gert hingað til. Já. Nákvæmlega, já. En ég held að þú Hún þarf að segja mig það Svo Ég- hún þetta er er eiginlega ekki að segja manneskjan sem að þú hefur þekkt hingað til er umlega ekki ég, það er tvíburasystir mín. Já. Nei, Ég sem held í að framtíð þetta- hún er allt önnur manneskja. En hún segir það í spursmálunum þarna og Já. hún ætli að þú veist, hún muni halda áfram að reyna að breyta stjórnarskrán og tala fyrir breytingum og stjórnarskrán sem eins og hún hefur gert hingað til þannig að ég held að þú getur nú treyst í að hún gerir það Já. hvort hún breyti einhverju síðan hennu saga en hún mun halda áfram að tala ég held að þú getur treyst í segi ég bara Já, við þig sko. ok, takk. En það sem sko, fyrir mig er það kannski ekki endilega að ég held hún verið bara fýtt fórseti ef hún verið fórseti, hún á ekkert eftir að vera neitt slæmur fórseti Ég held bara En það enginn er svona þarna aðrir- yrði vondur forseti. Nei, Af ég því segi að það saman það en það er er svona önnur önnur atriði. atriði en það er svona önnur atriði sem ég set pínlítið spurningamerki við og það er þessi að pólitísku fórsetisráðherra sem búin að leiða ríkisstjórnin 7 ár skuli fara í fórsetaframbóð ég er eiginlega 100% viss ég hefði kosið Köttu eftir 4 ár ef hún hefði hætt núna og búið sér fram eftir 4 ár þá hefði ég örugglega kosið hana, mér finnst hún frábær að mörguleiti ég hef samt aldrei kosið hana en þú veist, hún er flott kona og allt það ég set spurningamerki við það ég set spurningamerki við það hver fekk fórsetisráðherra embættið fattaru? Veist, Bibi. það er svona og það er bara svona ok, veist, það er svona pínu skrítið finnst mér að vinstri flokkur afhendi hægri flokki og veist, það er svona annars sem ég set spurningamerki við og þriðja sem ég set spurningamerki við er mér sýnist allt stuðnisfólki vera bara eitthvað þingmenn og fyrrum ráðherrar og eitthvað fólk sem Það er svo áhugavert. uppi hérna Svo eitthvað held ég að henni muni eftir En- að finnast það ógeðslega leðilegt Já. Nei, hún áttur að skemmta sig Heldurðu það? Já. Nei, ég vísu ekki, ég held Hún er ekki fengið svona þessu. smjörþefin að þessu að fara á svona NATO-fundi og vera á þessu sviði og það er það sem Já. þjóðhöfðingi gerir erlendis og Ég held þú hafi þurfa að hafa Og ég held keyrði á hún eigi eftir bílum að, og veist, búa á góðu hún mun alveg hóteli standa og sig hún veit vel. allt hvað þetta er. Hún veit Já, hún meira er að hvað þetta standa er þessu heldur en allir vel hinnir. Þú getur staðið mjög vel en þeir getur leiðst rosa Já. og við viljum ekki hafa fórstað sem leiðist Nei, ég er ekki. Ég veit ekkert um Ég veit þetta. ekki, hann eins og því sé að tala í einhverju svona almannatengsla stofu núna. Já, ok. Ég er bara alveg lost Já. hvað þið eru. af Já, því já, að- ok. Nei, þú veist, þetta er bara, þetta er það sem maður er búin að heyra svo mikið í þessar umræði sem er hérna einhvern veginn
ekki að kjarna málsins sem mér finnst við erum búin að vera að tala um annað sko. Maður finnur hann aldrei þú veist hann í Lauknum eða hann að leikritinu en þú veist maður verður samt að halda áfram að flysja til að reyna alveg fram að kosningu einhvern veginn að finna út en ég og mér finnst erfitt að tala um einhverjar persónur því ég tekki þær annað nokkrar en ef við förum aftur í landi langt í burtu að þá sko held ég að sé ekki gott ef það má ekki í þessu samhengi, fyrst að þetta var gert þar, hana, að tala þú veist, að það hafi ójöfnuður aukist eða festst í þessi húsnæðismálin þú veist, fyrst að það var gert þá finnst mér einhvern veginn það svo skrítið ef það má ekki tala um það og það kemur þessi vaðall að hérna allir hafa verið að gera sitt besta og þú veist, málið með stöðuna á Íslandi núna og í heiminum að við erum í algjörlegum svona hverfi punkti mér finnst ég reyndar að vera búin að segja þetta svolítið lengi hérna en hann bara búin að þú veist, einhvern veginn kjarnast og styrkjast enn meira vogar að bláan en þú veist, við vitum ekkert á kjörtímabili þessa forseta sem við veljum eftir rúma viku mun kannski vera gerð innrás eða ekki, en þú veist, kannski mun vera komin heimstyrjöld eða allavega í Evrópu eða ekki, eða þú veist, kannski mun loftslagsváin vera búin að gera svo mikið nóskund að COVID verður bara djók með við það sem þarf að takast á við út af loftslagsmál. Kannski munum stjórnvöld gefa allar auðlindir okkar einhverju ríku fólki. Já, og við verðum bara hérna fóður frammi. Og samt verðum við hamgjusum. Já, en þess að held ég líka bara jafnvel þú leggir stríðin í sjálfu sér til hliðar, að það held ég að sé þetta sem þú varst að benda á þann með þig og gut feelingi. Ég held að við þurfum svo nauðsynlega á því að halda að því að rökhugsunin svo ofboðslega takmörkuð og hérna og ég meina allar þessi gildi sem við höfum sem að bara ekki tekin inn hvort sem það fegur eða hvað það ef við getum ekki mælta Ég held að við höfum ekki fegur sem eitthvað sett að gildi hefur keypt Reykjavík. Nei, ég er að segja það það hvarf. Nei, ég meina punkturinn að af því við getum ekki stjórnaðin að því við getum ekki lýst henni á rökréttan hátt það látum við eins og hún sé ekki til en við vitum all að hún sé til og alveg svo manngæska og allt það og mér finnst svo áhugavert á forsíðu heimildarinnar í í viðtalinu við Katrínu að þá stendur lagði tilfinningar mínar til hliðar ég meina mér finnst þetta svo ótrúlega magnað fyrirbæri að þetta sé runni hreinasta yfirlýsing fráfarandi forsætisráðherra sem í rauninni ég meina manneskja sem hefur brjálið á þingi talað fyrir Palestínu og ég meina tilheyrir fólki sem viðurkenndi Palestínu og allt þetta að hún viðurkenni þetta á þennan hátt og þess vegna held ég líka að það sem þú varst að benda áðan í síðustu umræðunum í sjónvarpinu þá eru krúsjál fyrir fólk að fara að svara frá hjartanu. Algjörlega, það skiptir öllu máli. Það skiptir öllu máli og það var það sem var svo óbúslega þó þetta hefur verið fínar samræður fyrstu að það voru bara örfáir sem töluðu frá hjartanu og maður fann það svo skýrt. Já, það þau eru náttúrulega öll búin að vera að æfa sig að selja sig eða svona, þú veist, þau eru að selja sig skiljiði, og fyrir hvað þau standa og allt það, en að lokum þá það sem skiptir okkur mestu máli sem erum að kjósa, það bara hver ertu í hjartanu og þá þurfa þau að koma hreint til dyra með það. Já. Og lang besta dæmið það náttúrulega Inga Sæland sem hefur gert það oftar en einu sinni að koma í síðustu kappræðir fyrir alþingiskosningar og leggja bara hjarta sitt á borðið. Já. Og hún hefur bara farið upp og inn á þing. Já. Og Halla Tómasar var frábær 2016 í loka þættinum og gerði þetta þar mjög vel og hún fekk endar í 28% Ég meina, mann ekki Bjarni einhverja kostningar, hann fór að gráta yfir einhverju köku og það var þegar Hanna Birna fór gegn honum í tilfinningar í staðreyndir Nei, það er aðalega bara þetta leyfðu okkur sem erum að kjósa forsetaferðin verður að leyfa okkur að sjá hver ertu, af því að það það sem skiptir okkur mestum alveg persónukjör, við erum að kjósa persónu á kjördag erum við ekkert endilega inn í klefanum og hugsa, já, hún fór til Argentínu en hann
hann var hérna einhvers staðar klúbbi og hún var bara eitthvað að dansa í bikini og hann var í Playboy og hann var í eitthvað þú ert að byrja, hver sjarmerandi, hver skemmtileg hvaða típu vil ég fá sem fórsett þetta svona sem Amerikanar segja sko, einhverju viltu drekka bjór þetta svoleiðis nákvæmlega, þetta svoleiðis þess að verður að fara í gegnum geimslutnar áður því sortu þú veist, svo tekur gott sitt ákvörðum fyrir hún sagði svolítið skemmtilegan brandara og græna hattin Ásdís Rán, sáu þetta? Nei. Hún var aðna með Ástur og Steinunni Ólinu og Viktor og og hún sagði sko þegar ég um fórseti og mér verið boðið í Hvítahúsi og ég tek í partí og ef að mér væri boðið í Hvítahúsi í partí, ekki þegar maður var fórseti heldur ef að mér væri boðið í Hvítahúsi í partí með Baldri og Katrínu Jakobsdóttur þá myndi allir koma til mín og heilsa mér allir myndi halda að Katrín væri aðstofamaður minn og Baldur hálfgæslu kona mín þetta var svo þú veist, ok, þetta pínu staðalímyndir en ok já, hún náttúrulega þar og hún að augra okkur með þessu frambúði sínu með þú veist, þetta útlit og allt þetta veist, þetta í fyrsta skipti sem sagt, kona sem á Íslandi allavega sem kona sem bara blondína búin að lifa á útlitinu allt sitt líf býður sig fram til forseta og við erum ennþá svo fordómafull við myndum aldrei kjósa hana já, en sjáðu bara til dæmis, ég meina hún eina manneskjan hún heldur eitthvað náttúrulega í sín vanda galapartí fyrir hina frambjöðendurna skiljið, þú veist, þetta setur bara algjörlega nýjan tón og þetta en við erum aldrei að fara að kjósa hana það er það sem ég að segja við erum ennþá með fordóma gagnvart konu sem líta svona út Mér fannst ferði norður þar sem þau voru í bílnum hún Steinun og Ástór það fannst mér sko svona svolítið afhjúpar eiginlega tilgerðina í öllu hinu og þú veist að stundum getur eitthvað gerst í kosningabaráttunni sem að þó að það sé ekki sko bendandi beint eða eitthvað sem bara grefur það undan einhvern veginn svona því fíniríi sem allir vilja halda uppi sko og það sama með ég býst að þú hefur verið að tala Steinun áðan sem vinkonu þína, ekki Katrínu hún búin að vera frábær líka í þessari baráttu hún er búin að vera mjög ögrandi hún að koma með hún að draga út úr skápunum allt drastlið og svona það hefur gaman að henni en ég held að hún veri heldur ekki fórseti skilji Halla Huld til dæmis að slá svona svolítið fastari tón í þetta auðlindatal sitt að þurfa að verja auðlindirnar svo þessi bara ekki gefna frá okkur minnst hún verið að byrja að tala þannig og það tótt sem Steinun hefur gefið, hún setti lagareldiði á dagskrá, hún hefur sett svona ýmislegt á dagskrá og líka held ég að hún hafi sko magnað upp í byrjun kosningabaráttunnar þess að svona, hún bjóð til farveg fyrir þá sem að ekki fannst þetta alveg í lagi þetta með að Katrín var að bjóða sér fram og þannig að þú stundum þarf ykkur að taka það sér að orða hlutina hún hefur algjörlega tekið það að sér hún hefur tekið það að sér mjög mikið og ég held hún að benda á að keisarauðnjan er nakin og þess held ég að ég ekki að segja sko við erum aldrei að fara að kjósa þennan að hinna með við reynsluna hvað við séð fólk geta breyst og þú veist, einhver tíman í einhverjum öðrum hliðarheimi, öðru landi langt í burtu á öðrum tíma sem væri ekki stríð og efnastrengingar, þú veist, þá hefði kannski þessi pretty boy, þú veist, hann fékk einhver verðlaun, þú veist, það hefði einhver svona forseti geta verið kosið, en bara kannski ekki núna út af öðrum ástæðum en hlutverkir gífurlega mikilvægt finnst mér en sjáðu bara Zelenski ég meina þú veist það bara ég meina dæmi kannski sambærilega hluti einhverju leyti og ég meina enginn trúði að Jón Gnarr yrði borgarstjóri en svo var það hvort að sé þetta repeata eða endur gera það eða öðruvísi en það er búið sér fram út af Jón Gnarr en það er nefnilega sko það er ákveðnir frambjóðendur sem eru líklegasti til þess að verða kosning, þannig er það alltaf í öllum þessum kosningum. Já, en þegar það er ákveða það. Nei, ég ætlaði bara að segja, síðan eru hinir forsetaframbjóðnir sem skipta líka gríðarlega miklu máli, sem að fara fram ekki endilega af því þau telja sig eiga möguleika á að verða forsetar, heldur einmitt til þess að setja málin í umræðuna og ég til dæmis sko, það gerir Steinunn Ólina það er Ástór búin að gera aftur og aftur að því hann vill bara að sé tala friðamálin þess vegna fer hann alltaf aftur sagðist ekki Ásdísson verið í leiðtogaþjálfun og mest maður er að meta hvernig fólk og það er ekki ég held til dæmis að sko
Þetta stundu verið gert í umhverfisvernda sinnar gera þetta kannski bjóða sér fram ekkert endilega ber ekkert endilega það von í brjóst að verða forseti pirsi eins og til dæmis sko, það var rosa gott að hafa Andra 2016 ég ekki viss hann hefði notið sín sem forseti en það var gott fyrir okkur að fá þennan umhverfisvinkil inn í baráttuna, skiljiði mig þannig sumi forsetaframbjóðendur hafa svona þannig hlutverk og eru mjög mikilvægir fyrir okkur til þess að geta tekið til í skápum fattar þið og þannig Steinunn Ólína, hún þarna, að taka og ná í og segja og þorir að segja, hún þorir að tala en það eins og með Ásdísi Rán sem mér finnst mjög áhugavert að hún svona hún hallar sér svona svolítið að Ástóri, hún grípur svolítið það sem hann segir og staðfestir þú veist eins og varandi friðamálin Já, það var mjög skemmtilegt Mér fannst það mjög áhugavert Á ég ekki bara taka friðamáli þín þú ætti mér á peningi mér það var bara geggja og líka í seinni viðtölum þá svona, hann talar og hún bara svona já, ég algjörlega sammála Ástóri og þannig mér finnst það líka svona áhugavert þegar mynda svona grip á milli en það sem varst að tala með Höllurinn áðan því að hún búin að standa sig alveg rosalega vel sem orkumálastjóri og vera bara hansi í horn að taka eða allavega það sem ég fylgst með henni þannig að það hefur komið mér rosalega ávart að hún hafi ekki verið fyrst og fremst að beita því mæta staðinn sem sú Já, en það kannski ferli, fyrst hún að fara að gera það núna ef ég bara greina út frá þessu Hún er lent í því að vera bara varla búin að tilkynna frambúðið þegar hún voru orðin frontrunner og það meira en að segja það allt í einu eru öll augu á þér og svo hún spurði þetta, Helgi Seljan bara alveg hamrar á henni hana með þetta að reyna að fá hana til að segja hvað það var sem hvaða ráð þeirra bytti því og hún stóð sig PR-lega vel í því að forðast en við viljum öll vita hún sagði ekki satt hún sagði ekki allan sannleikan en núna hún kannski byrjuð á því þú þarft að segja það sem satt til þess að segja satt og ég held að þetta hafi verið stór leksía fyrir hana því ég meina hún hefur ekki verið hún ekki þjálfuð í þessu eins og ég sé hana hún eins og hún sé ekki alveg sest hún í skrokkin á sér í að standa í þessu hugsanlega hlutverki sem hún mun fá en ég held að hún muni alveg komast þangað en hún þetta þarf bara aðeins svona eins og orkan þarf að setjast hún í skrokkinu og Helga svona frontrunner hún þó viðurkenni næsta þetta og eftir annar embættismadur sem hefur líka lent í þessari maskínu stjórnvalda og hún fór bara í slægin sem að og er búin að vera með Kára á öxlinni síðan sem náttúrulega bara það eru mörg listaverk í raun og veru inn í þessu ef ég á þess ég en þetta með að segja satt ég virðist ekki alltaf koma til góða samt að því að ég í alvegni svona trúi því að Baldur hafi í alveg bara verið að segja satt þegar hann sest ekki muna hvort það kaus og ástæðan ég segi það að ég man ekkert hvað ég gerði ég held að ég hef kosið á móti að því mér fannst við ættum bara að taka til eftir okkur og bara þetta voru tvennakostningar og það kusu eiginlega sögðu allir nei við fyrir samningnum nánast, það voru 99% þannig hann sagði pottitt nei þar eins og allir eins og Jóhanna sagði nei allir sagði nei við fyrir því hann var ónýttur samningur svo kemur hinn og það var jafnari skipting það var eitthvað 44-56 eða eitthvað þannig Ég man ekki hvort ég fór að kaus. Manst þú hvað þú Ég man ekki hvað ég kaus. Sko ég var svo reið. Nei, ég að spyrja, manstu hvað þú kaust? Þetta bara að vera þetta Stefán Einar, manstu hvað þú kaust? Já, manstu hvað þú kaust? Nei, þegar segir það, nei. Manstu hvað þú kaust í seti? Ég skilaði við, má ég segja, skilaði við. Manstu hvað þú kaust í seti? Sko, ég kom í rúf í Silfrið að mæla fyrir því að vætum að semja, en það var líklega fyrir Nei, segist nei. Ég kaus örglega Þú manst það ekki. Það er bara máli. Hvernig var að muna hvað maður kaus? Ég held þetta var að Baldur hefði mjög gaman að þessari vinnu. Og fullt af fólki held ég haldi bara að það hefði sagt nei, alveg vissum það, því að það gerðu það allir í fyrri. Fattar, meira svo Jóhanna. En einmitt, og þetta er einmitt, ég bara, af hverju varð æsef allt í einhverju máli? Þetta svona eitthvað úr geimslunni. Ég vissi að Baldur myndi líka hafa mjög gaman að vera fórseti. Hann elskar þetta smáríkja stjórnmála eitthvað. Þeir voru að leggja upp alls svona gildur fyrir fólk og svo fannst mér skemmtilegt þegar Steina kom og sagði bara, í næstu viku munið þau segja þetta Höllu, þetta Baldur, þetta þennan, þetta, skilur bara til þess að taka vopnin að þeim og vera ekki svona fyrirsjáanlegir og ekki
ætla ég að segja eina af kenningunum mínum sko, sem hefur ekki orðið en því verið í svona áður nær svona hvað sem það er í rektorskjörum í háskólum og fleiri en einum og þá er alltaf svona umræðan hver sé besti kandidati hérna og hvernig ég að velja og ég hef styrst í þeirri skoðun minni sem ég hef sagði þá á nokkur sinnum þegar fólk að tala svona það ekki hægt að finna besta kandidatinn í djópið eins og í starfsumsókn heldur maður þarf að skoða hver sko getur vaxið best í þessu starfi út frá stöðunum sem við erum í og hvernig við erum að fara að horfa og þá er mjög gott svona mínidæmi að skoða býtu hvernig fólk búið að þróast í gegnum kosningabaráttuna. Já, baráttu til að þú veist, maður að velja hvern myndi maður vilja og hver er það sem hefur þroskast best í ég ætla ekki að gefa niðurstöðu ég ætla að kenni til að reyna að finna út hvern maður ætla að velja hver hefur þroskast mest í þetta er góð spurning og mun geta þroskast í starfinu síðan já, ég er ekkit endilega vissu það mér stjórnar hafa þroskast vel miðað við sko að því að mér fannst að vera í svona smá ekki alveg vita í hvort fótinn hann ætti að stíga í byrjunni sem sko aðeins að reyna að teika orkuna úr borgarstjóranum og ég var svona og ef að Steina væri ekki frambúð þá hefði ég örugglega verið með Jóni sko hann er svona annar vinur minn þarna og því svo bara byttu í hvað orku ætlar hann að stíga og svo finnst mér að vera að byrja að finna aðeins meira taktinn sinn í þessu hvernig forsetaframbjóð. Það bara í fyrra gær sko. Já, en svolítið seinna á ferðinni finnst mér og svolítið seinna á ferðinni og mér finnst ég ekki sjá nógu mikið af honum. Ég var mjög spennt að sjá hann í þessu baráttu og hlakkaði mikið til þess og var sko í janúar búin að ákveða að kjósa Jón Gnarr skilurðu, ég var bara ákveða strax í janúar hann var ekki eins og búin að bjóða sér fram ég var með þess að búin að skrifa honum bjóddu þig nú fram, ég ætla að kjósa þig en þú veist, ég er ekki búin að ákveða að kjósa Jón Gnarr já, það er allt mér að kenna nei, ég skrifa honum ekki en ég hugsa það og ég vona einhver sem á eftir að skemmta sér konunglega að ég er svo upptekinn að þessu að mann verður að finna gaman í þeirri vinnu sem að en þá missum við hann úr sko bara okkar daglega lífinu sem ég fannst alveg leiðilegt til þess að fara fram og bara var alveg hennar klappi bara hvar vantaði meðmælendur, ég skal hjálpa þér sko, af því að mér langaði svo hún væri með, bara til þess að fá krydd í þessa baráttu sko og ég ætla að viðurkenna það líka hér að ég skrifaði undir einn meðmælalista og bara því að mér langaði svo að hafa þann frambjóða með og það var hjá Viktori og sko ég veit ekkert í hvernig þetta kjósa hvað varstu? ég var bara heima ég var bara og þessi, hann verður að fá að vera með af því að fyrir mér er það núna bara gaman að fylgjast með þessu mér langar að kynnast þessu fólki mér langar að hafa fjölbreytileika mér langar að þjóðin hafi úr stórum og breiðum hópi fólks að velja og ég hugsaði með mér með sko Ásdís hún er sko það var mér fannst bara eitthvað svo geggja að hún gæti verið með bara það gæti gerst sko það er eins og þú sett að kasta í bíómynd já nánast og ég vil alls ekki breyta þessu 1500 undirskriftum mér finnst þetta veisla mér er í sko þetta er veisla skilji og það væri nóg að vera kjósa það væri bara 120 bara ein ferðing ég veit ekki hvað ég á að kjósa þannig að ef þið getið hjálpað mér með það komið ljós ef að fólk er að velta fyrir sér ákveðu var enginn sem skoraði á mig að þá er það vegna þess að Lára hringdi ekki í ykkur þannig að það er Lára sem er á baku allar þessar síðan ef ég ætti að skipta þessum allir frambjóðum upp í ykkur hópa sko, sem ég er mjög hrifin af sem er svona efstalagi hjá mér sem ég er svona að reyna að velja úr og þá er það er Ásdís Rán, ég fíla hana bara hún er búin að vera vinkonum í lengi búin að þekkja hana mörg ár, mér finnst hún bara frábær skemmtileg það er Jón Gnarr sem að ég vildi endilega fá sér forseta og sagði bara við hann bjóð sér fram Viktor sem ég skrifa meðmælendalistan Baldur, ég fíla hann ég held að hann sé klár og viti hvað hann að tala og ég held að hann kunni kannski að búa til eitthvað áhrifavald úr Íslandi með þessu smáríkjafræðum sínum á sig viti hann nokkuð en ég held ég hafi, þó ég muni það ekki því ég man ekkert greinilega hvað ég kýs ég held ég hafi komið sér Höllu Tómas 2016 ég er ekki viss sko samt, allar kaus ég ekki Guðna, ég veit það og ég er að
já, þetta er svona mín topp 5. Hvað á ég að gera? Hvað það gera? Já, hvernig Bara ferð og segja hvað Maginn segir, já. Hvað finnst ykkur? Það væri hægt að segja að horfa á loka kaplaðinu og RÚV nema að helmingurinn rúmlega af þessu verður ekki með það. Ég er að gleyma einum af þessu 6 efstu. Hver er 6 efstu? Baldur, Halla, Kata, Jón, Steinur, ég glemdi henni, ég fíla hann náttúrulega sjúklega vel. Ég glemdi, Steinur var þessi 7. sem ég ætlaði að nefna, af þessi mínu 6 uppáhalds Ég sammála þetta með Steinu í bílnum, með Ásdísi og Ástóri. Þá var gaman í hvað, þá var allt í bara að því að þarna er hún í elementinu sínu. Það er bara, það er engin manneskja skemmtilegri en Steinu Nóla. Já, og ég kvatti hana líka til þess að bjóða sig fram, ég var bara svona, já, gerðu það, alveg hérna. Heldur að hún muni hafa gaman að þessu, ég held nefnilega hún ég er búin að spyrja hana mikið að þessu en hún hefði nefnilega gaman að því að því hún sé brjálæðislega kreatív og það eru sko 400 hugmyndir á dag. Er það Steinun? Já. Þannig að ég veit að það bara streymir í gegnum hana þannig að ég veit að hún myndi alltaf nýta þetta embætti til þess að lifta en náttúrulega það hlutverk sem hún hefur tekið sér í þessari kosningabaráttu er ógeðslega leðilegt hlutverk þú veist það er eitt gaman að vera svona Soffía Frank ef við getum kallað það skiljið þú veist hún er eiginlega sko barnið sem að bendir á að keisarinn er nakin og það barn var fjarlægt og við vitum ekki hvað það heitir það er bara þannig hlutverk sko en hún er búin að vera frábær líka sko. eins og ég segi, ég er líka búin að vera klappið hennar sérstaklega í norðanferð og þá er með hún þess að hún lyftir upp bæði Ásdísi og Ástóri við getum skoðað þessi myndband sem hún sendir en sjáu líka hvað er mikil munur á því að Steinun Ólína komi og segja að sé ósanngjarnt að það sé verið að skipta upp kappræðanum sem hún gerir núna versus þegar Ástór kvartaði við nákvæmlega sama hlut árið 2016 og það var bara að gefa skítið sem hann var að segja það skiptir líka máli hvernig hlutin eru sagði og á hvað hátt og allt þetta hún gerir það yfirvegun og Róli hann var svolítið æstur hana með pappirana munið í 2016 og reiður yfir þessu en hún gerir þetta svo miklu betur hún bendir betur á þetta og opnar augu fullt verði ekki bara ef að RÚV heldur þessu til streitu að vera með úrval hana að sé þetta verður ekki þá bara í háskóla já ég er að meina það þess að ég er að leggja til verður þá ekki á meðan það er bara í háskóla bíói hinnir frambjóðendunir Nei, þetta verður þetta eru tvennar sama hinn verður að bíða inn í húsi på RÚV sko Já, hver sér þau þurfi? Frá 8 til 9 og frá 9 til 10. Þeir eiga mæta allir á einhverjum x tíma og svo er raðað inn og svo skipt. Já, en þetta er líka svolítið óþekkvættar ormar, sko. Þeir gæti gert þetta alltaf annað bara. Þetta er góð hugmynd. Þetta ástand, já, þú er það eins og þú sért í vinnu í RÚV ennþá og segir bara, nei, það er ekki hægt. Við erum meina... Jú, ég sagði ekki að það var ekki hægt. Ég sagði það, þau eiga að bíða þarna. En mér finnst þetta frábær hugmynd að hjá þér að þau fari bara öll í háskóla og gefa bara skít í RÚV. Ég meina, þjóðin gaf skít og bara með beina útsendingu á netinu, bara á vísi.is. Já, en má ég snerta á einu sem að kannski er svona pínulítið til hliðar en mér finnst samt svolítið merkilegt og með fullri virðingu fyrir Hallurhund ég náttúrulega hef fylgst með henni lengi og ég var svo ótrúlega glöð þegar hún kom á vaktina sem orkumálastjóri og finnst hún hafa staðið frábælega. En þetta fyrsta vídeó hennar, mér fannst svo magnað sko að það væri ekki tekið meira upp og nú er ég algjörlega að tala fyrir utan hana í prinsipinu. Sáðu þetta vídeó? Já. Mér finnst svona, já. Það var svolítið svo grínvídeó? Já, en þetta er líka svona ég mann eftir að... Svolítið svo kvikmyndin Heima eftir Sigurós? Finnst þið það? Þetta var svolítið svo atrið í leiksýningu hjá Þorleiverni Sauðburður Já, þetta myndi mig á vídeo sem var til og ég keypti einhvern tímann Reyna upprunalega Ísland Já, og það voru svona myndir alltaf frá Íslandi og Egill Ólafsson söng undir Íslandi landið og maður gæti svona keypti þetta alltaf að gefa vinum sínum og ég manni gaf vinum mínum í Kanada þetta fyrir 30 eitthvað árum og þeir horfðu bara á mig eins og ég væri sko ég veit ekki hvað og þú velta fyrir sko að nasistarnir unnið á Íslandi Nákvæmlega
Þannig mér finnst þetta svolítið svona áhvert hvað það hefur verið ótrúlega lítið svona, verist ekki trufla fólk. Meðal annars Gær og En hvað, það hefur líka bara verið mjög lítið spurt út í bara málefni innflytjenda í þessari baráttu. Bara eiginlega neitt. Alltaf við. Ég meina 20% þjóðarinnar það ekki er af Erlendsbergi brotið og En lítið hlut þeirra að fá að kjósa í þessum. Já, fá bara kjósa í Ég á tengdason sem er að fara að kjósa, hann er frá Króatíu, hann fékk íslenska ríkisborgararétt í fyrra. Já, það er bara sko 0,002% frá Króatíu, já. Já, líka pólska vinkur, hún er svo spennt að fá að kjósa. En ég minna, hann hefur enga hugmyndum samt hvað hann á að kjósa, sko. Því að hann er bara, hvað fólk eins og við öll. En hvað hefur viljað að við myndum tala meira þetta vídeó? Já, ég hefði viljað það og ég hefði viljað í framhaldinu ekki síst út af því að mér finnst mjög lítið talhamöndum meðal forsetaframbjóðandina hver erum við, það er alltaf að tala um þetta við sem að referera alltaf í söðburðin skiljiði og mér finnst þetta bara pínu svona, já, umhugsunarvert. Var þetta ekki einhver frændi bara sem gerði þetta vídeo? Örugglega, þetta var, þú veist, ég meina, ungmennahreyfingarnar bara frábært, en samt. Þetta var svona gamaldags myndmál. Já, svona ungmenna. Já, þetta var bara gamaldags, þetta er bara einhver sem er ekki búin að vinna í leikhúsi eða kvikmyndagerð eða sjónvarpi í svolítið langan tíma. En er þetta viðanda manneskju sem hefur hún hefur aldrei, fannst ekki öllum þetta myndband alveg fyrir stórkostlegt. Já, þetta er byrst á hennar forsendum. Já, hún hefur ekki læsi, hún er ekki sviðslista-manneskja. Nei, hún er búin að vera út allt, hún er að kenna í skólum þar sem hlýtur að gagnrýna hugsun. Þetta er náttúrulega svolítið sjálfsmynd íslensku þjóðarinnar, þetta er bara, ég meina, atómstöðin, það sem bara sollur hérna fyrir sunnan og í borgarumhverfinu en allir sem eru hreinlindir og þeir eru nýkomnir úr sveit og ef þú ert of lengi í sollinum þá spillistu og verður eins og hitt skítapakkið. Já, 70 stöðin allir þessar myndir, sko. Þetta er eiginlega, þess að nefndi ég heima hjá Sigurrós sem var eiginlega svona hugmynd og þetta er bara ríkjandi hugmynd á Íslandi. Þess að fara, hvað gerir forsetaframbjóðandi? Hann fer á strandir og hann kissir lömb og eitthvað svoleiðis og hann ætlar að ná tengslu við hið rétta Ísland. Af því að við hérna fyrir sunnan erum sko spilt og afvegaleitt og þurfum einhverja leiðsögn frá einhverju sem kemur í fjallkonubúning og hjálpar okkur. Já, allir þessar útlendingar. Þetta minnst þetta verður bara ríkjandi hugmyndir á Íslandi. Já, ekki? Á þessu byggir til dæmis rasismi Íslendinga. Algjörlega, en hann er svo, sko það er eins og að sé svo viðtekinn, samþyktur og við setjum ekki einu sinni spurningamerki við. Hún sýndi þetta bara einu sinni. Hún hætti, ég held að hún fattaði alveg að þetta var ekki gott. Ég sá þér endur ekki þetta vídeo, sko, en þarna er... Erum við að tala um þetta kynningamynd? Já, hennar fyrsta. Það var alveg bara... Það var út allt. Já, nákvæmlega. Nei, það var fjarlægt svo. Í byrjun, en ég sá það ekki, en ég var að reyna að leggja upp mótilinn. Að maður þarf að skoða, sko, þróunina, en hérna, sko, og þess vegna er ég að vona að hún komi út núna, þessi frambjóðandi. Þú veist, ég nenni ekki að hengja á þetta, ég veit ekkert hvernig það virkar þann innan hús, heldur er ég, það gera allir ýmis konar mistök á leiðinni og ég er önnur mistök að segja ekki Helga, en þetta er einhvers svona þjálfun í að fara í gegnum og mistök að fara í 3 viðtöl, dagmál, pressu á heimildinu og RÚV, fyrsta kvöldi, en punkturinn, sko, ef hún kemur út með allan sannleikan, fullan sannleikan það sem að auðlindinar eitthvað þannig, núna í vikunni, síðustu vikunni, ég meina, ég held að fólk kunna meta þannig heiðarleika og tilfinningar. En er þetta treysta því sem hún segir? Er þetta ekki svona eins og að hún hafi sko loksins sagt eitthvað eftir pyntingar? Mér spyrir mikilvægt. Það var líka þetta að segja þannig með hana Höllurunda því að stundum hugsa ég hvort hún sé ekki með neitt rosa fínt lið í PR-deildinni sinni. Jú, hún er með alveg bara kremtileg PR-mannsku finnst mér, sko. Ég veit ekki hverju það eru. Já, svona það gæti alveg... Þú veist eins og þetta myndband, þetta nú merkjum að sé ekkert rosalega... Það byrjaði kannski ekki... Það er byrjunin, en þú veist, þú sem er með henni núna, sko... Gerðu augljóslega ekki þetta mynd. Sem er mjög klár, sko. En má ég taka eitt fram, sko. En hún er ekki hérna í byrjun, en hún er mjög klár en það sem að, sko, punkturinn minn var í rauninni ekki Hallarhund af því að og ég geti vel verið hún studda af svo mikið af sínu svona heimaliði og kannski hafa þeir bara sett það saman. Punkturinn minn var ekki Hallarhund af því eins og ég segi, ég ber
mikla virðingu fyrir hennar störfum. Punkturinn minn var hvernig við brugðumst við þessu vídeo. Já. Og Hvernig brugðumst við? Við höfum oft rætt þetta vídeo þetta. Já, sko, fyrirgeðu, þetta bara kannski bara kvalitetsstaður sem ekki samfélag. Já, þú vilja fá það Já, ég hefði bara vilja fá meiri, þú veist, ég meina... Má ég skjóta inn, þá var þættinu að nefnilega berast bréf að það var að Geir H. Haarde, muni eftir honum, að var í hruninu. Hann var að senda frá sig yfirlýsingu, sko, ég hyggst kjósa Höllu Hrund Logadóttur í forsetakosningunum 1. júní næstkomandi. Já, þvert aðra sjálfstæðismenn. Ég alveg saman hvað hann kýst. Mér finnst þetta eins og einhver kassi innan úr geymslunni á þetta ég stið dót þarna hefur engin áhrif á mig nema mögulega þegar að ég sé að það svona rosalega margir fyrirrandi ráðherrar eitthvað ætla að fara að kjósa ykkur eina mannsku. En öðru leyti mér alveg sama hvað þið ætla að kjósa eða ykkur annar, sko. En spurningin hvort við höldum að það hafa áhrif á samfélagið að hann gerir þetta. Já, örugglega. Ég finna, ég fæ svona Þetta skilabót til sjálfstæðismanna að við getum ekki kosið konur sem tók þátt í að ákæra mig. Þetta þýðir það. Já, og þetta gæti þýtt að mamma mín skipt skoðun. Þetta gæti þýtt það. Ég ætla vona ekki. Þetta eru skilabóð það að við sjálfstæðismenn sem höldum upp í fylgi Katrínar Jakobsdóttur í þessari stöðu ætlum við að gera konuna sem ákærði mig. Já, hann að segja það. Hann að kljúa sjálfstæðisfólkin greinilega í þessu. En það var byrjað áður. Það var þessi klofningur innan sjálfstæðismanna var aðeins byrjaður. Hefur mér fundist á umfjöllun Moggans. Í hvað átt? Frá Höllu. Nei, frá Kötu. Katrínu. Frá Katrínu. Það að byrja? Mér finnst það svona vika síðan þá hefur mér fundist Stefán Einar og Andri sem voru bara hélt ég bara þarna. Stefán Einar sagði bara áður en að Katrín bauð sig fram að það væri eiginlega ómögulegt fyrir sjálfstæðismenn að kjósa manneskju sem annars vegar ákærði Geir Haarde og hins vegar lýsti því yfir að hún væri til í þungunar og fram að fæðingu. Þetta man ég eftir að hann sagði ekkert í febrúar. Þannig að ég held að Stefán Einar hafa aldrei stutt Katrín. Nei, kannski ekki. En mér finnst vera svona smá breyting á umfjöllun hjá Mogganum, sem sagt, frá Katrínu yfir eitthvað annað. Já, en snerist það ekki líka bara að koma sínum manni í forsætisráðherrastólinn? Jú, svo hann komið. Hættum að eða svona mikill orku í hvað þessi geymsla hana sem ég vil ekki fá kassan út úr. En það skiptir máli, Ásgeir, mér finnst skiptir máli að til dæmis bæði Ólafur Ragnar í hans upprunalega kosningum var sjálfstæðismaður í framboði samt tekur eiginlega alveg stór hluti sjálfstæðismanna ákvörðun að fylgja þessum mikla vinstrimanni inn í forsetæmbættið. Það sama að gerast. Sjálfstæðismenn koma eftir hrun, þá fara þær og styðja Ólafur Ragnar. Já, það ekki fyrir hrun. Já, ég ætla að Fyrst fór hann bara inn á svona hefðbundnu, svona venjulegu Íslendingafylgi, sem að fólki sem að kaus Kristján og fólki sem að kaus Vigdísi eða sömuleyti. Hann fór bara þannig inn, svo skiptanum ég held að það sé að búið að sína fram á það í kosningarannsóknum Ólafs Þótt Harðarsonar að þetta er bara dæmi stjórnmálanum sem algjörlega skiptum fylgi. Það er bara að gera ólíkt fylgi sem að kausa 96 og sem að kýsa hann síðan 2012. Já, eftir hún, alveg. En ég verð að fá að spyrja einu sem kemur þessu máli ekkert við, en hvað er þetta langur þáttur? Ég bara þegar við erum búin að tala nóg. Þannig að nú er ég farin að vera svolítið stressað. Ég er bara að ákveða að ég gæti talað endalaust þetta, mér finnst þetta svo skemmtilegt allt. Og ég á eftir að koma en málið koma nú seint. Má ég ekki bara fara að snemma? Mér finnst þetta mikilvægt að ræða þetta með Palestínu sem sagt, mér finnst það stór frétt í vikunni. Mjög stór. Og mér finnst eiginlega ekki hægt eiginlega að skauta fram hjá því að þarna eru annars vegar 3 ríki, ef ég má grípa þetta þangað, 3 ríki sem eru að staðfesta sjálfstæði Palestínu, tala fyrir 2 ríkja lausn í því samhengi þegar að allir helstu allavega mjög mikið bæði af gyðingum og ísraelskum og bandarískum og ég veit ekki hvað sagfræðingum, Gideon Levy sem er
stórrödd og hér frábært hérna blaðamaður Haralds, veit ekki hvort kannast við hann, ég meina hann er, þú veist Hann er komið við þetta rauða borð. Já, nákvæmlega með þetta, hérna bara kudos hérna, sko ég meina hann segir þetta er bara buzz, þetta er engin möguleiki, ég meina sko ólöglegir hérna landnemar á Vesturbakkanum eru gjörsamlega búin að gata hérna allt kerfi Vesturbakkans, það er engin möguleiki á ríki, það er búið að eyðileggja algjörlega innviði Gaza. Það gerir ekki að lausnið steindauð. Já, hún er bara ekki hægt. Einsríkja, eða sem sagt, eitt ríki gengur heldur ekki upp vegna þess að þá yrði gyðingaþjóðin ekki, eða sem sagt, síðanustar myndi ekki samþykja, þeir væri ekki bara hrein gyðingaþjóð. Þannig að, sko, þú veist, aðstæðan er svo, mér finnst bara svo áhugavert þessi þrjú ríki sem samþykja hérna til Palestínu, grípa þetta böss sem er ekki til. Skilji, þessi tveggja ríkjalausn, hún er bara gjörsamlega ómöguleg. Ekki bara mín skoðun heldur. En sko, það má ekki gleyma því að Palestínu búa líka á Vesturbakkanum. Ég er að segja það að sko Palestínumenn búa á Vesturbakkanum, já, það átti að vera þeirra svæði. En er ekki að búa bara til eitthvað nýtt svæði sem þeir fá? Það er eitthvað 700.000 Ísraelsmenn af Vesturbakkanum. Já, og það er svo mikilvægt til þess að skoða þetta korti að því að sko þeir eru algjörlega strategist búin að blanda sér allstar á milli, þannig að einmitt það þyrfti að taka 700.000 manns með valdi sem aldrei eftir að gerast til þess að Palestína, þó maður bara á Vesturbakkanum sem er náttúrulega alveg fínt stórt svæði, en það er náttúrulega búið að eyðileggja það með þessum vegg meir og minna. En í tveggja ríkja lausninni og það sem Palestína er annað ríkið, ég er bara nú til að spyrja, mér heyrist þú að vera mjög fróð þetta, að hérna rúmast þá ekki bara inn í Palestínu einhverjir sem eru gyðingstrúar? Það er ekki að fá að búa þessi 700.000 landnemar sem eru herskáustu hérna. Já, en þú veist, skil ég hvað ég minna, þeim verður bara búið að vera áfram eða fara whatever. Ég held að sé búið að ekki búið að drepa 2.000 manns á Vesturbakkanum síðan 7. október byrjaði. Og landnemarnir sko eru fyrir það fyrsta búnir að ýmist kveikja í rústa eða taka yfir helstu landbúnaðar afurðir Vesturbakkans og ráðast á bílalestir sem á að flytja gröft til. Og fyrir ekki, þeir eru verndaðir af, eða til að segja sko herrlögreglan er þarna, en hún er bara til að vernda landnemanna sem eru sko ólöglegar samkvæmt alþjóðlegum. Þannig að sko það að fá þessa aðila sem hata Palestínumenn, hata þá, þar sem herinn er bara svona að leika sér að skjóta bara húsa, því að ég vil skjóta gult hús í dag, þeir fara inn og taka þér hús og ekki bara það heldur þeir koma inn í palestinsk þorp og fara bara inn í hús hjá fólki og segja, heyrðu, nú þarfst þú að fara, ég ætla að taka yfir þetta hús og fólk segir nei og þá segir, ef ég gera eitthvað, gera það bara einhver annar, faraðu nú, skilur þau, þannig að ég skil ekki, þú veist, á hvaða forsendum væri hægt að búa til samlífi þarna milli. En það er það sem ég vil ekki útiloka samt, af því að ég er svona skrítin kannski, að af því að það var hægt, það hefur verið hægt að taka samfélag, snúa því alveg við, þar sem þú varst með einn hópa fólki sem að kúaði og nýttist á öðrum hópi í áratugi og það var bara á síðustöld, skilur bara heilt land í Afríku, bara Suður Afríka, sem tekur þetta dæmi. Þeim tókst einhvern veginn að snúa einhvern veginn blaðinu við það var ekki sprengt í tætlur. Nei, Vesturbakkin hefur heldur ekki verið sprengtur í tætlur, ég er ekki að tala um Gaza. Já. Ég er bara að hugsa, ég vil ekki segja ég held til að svara þínum pælingum. Ég er ekki til að kaupa sér vonlust. Hún er að reyna að leysa leysa deiluna. Þú býr bara til tveggja ríkja lausn og það eru, þú veist, Palestína er eitt ríki og þau sem að búa þar eru ekki múslimar eða ekki Palestínu búar. Sameinuðu þjóðirnar sendi inn hann herlið og verji Palestínumenn? Nei, verji þá gyðinga fyrir Palestínumönnum í þessu landi og svo öfugt hinum einn. Þeir eru með herlögreglu til að verja sig. Með sáttatilum frá einhverjum frá Suður Afríku sem hjálpi þeim bara í það. Sko, það hlýtur að leysa ég ætla að reyna að svara þinn sko, því hitt er held ég ómögulegt að ætla að leysa þessa deilu bara í ævi, bara að eilífu hamin nei, heldur hér við þetta bort heldur
punkturinn af hverju þessi þrjúlönd gera þetta held ég svona reaksjónin á sko að því ástandi ef maður horfir á miðlaðan Al Jazeera eða fréttir sem koma þaðan og Haaretz sem ég les stundur líka að því á vini frá báðum löndum að þessi þrjúlönd sjá þarna, þetta farið að hafa áhrif á pólitíkina eins og í stríðum, eins og mótmæli hafa áhrif á pólitíki í Vietnam stríðinu og þegar lögregla var síðast send inn í Hamilton Hall í Columbia skóla í New York og það að gerast núna og að vera að aflýsa við fáum ekkert úr RÚV fréttir af því sem að gerast út í Ameríku eða þeim sem ég hægt að vinna ég veit en punkturinn sá að þarna viljaðu pólitíkusar sem vilja bara gera eitthvað að því ástandið svo slæmt og það komið þá allavega ákæra á Netanyahu. Hún ekki alveg komið í gegn, það er vána samþykja. En þú veist, og þá við verðum að gera eitthvað að gera þetta. Það er mín túlkun á af hverju þau gera þetta og þau eru ekki búin að hugsa. Það er munur á því það sem að dómstólarnir eru að gera eða það sem að pólitíkin eru að gera. Dómstólarnir var til dæmis núna að úrskurða að Ísrael verði að hætta öllum aðgerðum í Rafa. Það var alltaf á dómstólinn. Hann er bara að reyna að framfylgja úrskurði sinni. Já, því það er bara að vera að horfa upp á slátur á fólki. En Haaretz til dæmis í dag eða gær voru einmitt að benda á að með þessum þessari staðfestingu Palestínuríkis þá hafa Netanyahu og hans fylgismenn enn meiri ástæðu. Nú eru þeir komnir í enn meira varnardæmi gagnvart Palestínumönnum og og mér langar bara aðeins að þú veist að því að mér er svo dásanlegt og sérst svona jákvæð og ég vildi að ég væri það líka en sko þú veist Gaza það er valla hægt að tala innviði og ég og vini sem eru arkitektar palestískir arkitektar og þeir segja sko í hvert skipti sem að Ísraelsmenn hafa hingað til sprengt eitthvað þá fer okkur aftur áratug því að sko ég held að fjárhagsstaða eða hvað maður segja efnahagur Palestínumanna er 15 sinnum veikari heldur en Ísraelsmanna. Þannig að það byggja eitthvað upp er rosalega erfitt. Hvað þá 80% af og ekki nóg með það. En það er hægt. Já, með hjálp allt og samfélagsins ef að Ísraelsmenn fara frá Gaza. En mér langar svo það er ekki svona ráðstefnir ég er ekki að dæma hvort fólk hafi áhuga ekki. Ég er að segja það sé hægt. En má ég segja það er ekki nýði sko málega líka að sko bara til dæmis sendiherra Ísraels í Bandaríkjunum talaði strax jól sko hvað á Gaza væru frábæri sko þróunamöguleikar fyrir byggð og ég held að það sé ekki fyrir Palestínu. Það var byrjað strax bara mjög fljótlega að og það átti að vera djók og eitthvað fyrirtæki sem að byggja semst fyrir ólöglega á þú veist það var bara búið að teikna inn á rústunum þannig að sko þú veist þetta er ekki djók þetta er í alvöru Ísraels sem eru farnir nei en ég meina ég segi bara þú veist að ég átta mig á því og veist ég og vín sem er hálfur Palestínu hann sagði alltaf Palestínu og Arabi í galna dag ég veit ekki hvað kalla sig í dag en hann sagðist alltaf vera hálfur Palestínu og Arabi Kristinn frá Jerúsalem Jerúsalemar Arabi og fjölskyldan hans föðurfjölskyldan hans þaðan, pappans og amma og allt þau mistu sko, það voru landnema sem að tóku húsin þeirra sko þau eru ekki múslimar skilur þau voru kristið fólk komið af kristnum ættbálki sem hafi búið þarna í Jerúsalem frá því Kristur var skiljiði þannig ég veit alveg að hvernig þetta er búið að vera markvist í alla þessa áratugi smám saman vera kropp og eyðileggja allt samfélag annað en síonista samfélagið nákvæmlega ég veit það en ég vil samt sem ekki áður útiloka það sé hægt að stoppa síonista af einn daginn það gerist kannski ekki í dag það gerist kannski ekki eftir 5 ár en það er hægt einn daginn alveg svo var hægt að stoppa af Stalin, alveg svo var hægt að stoppa Hitler
þá hægt að stoppa síðanvista einn daginn. Það var Stalin sem stoppaði Hitler, þannig að þú mátt ekki eiga báður í einu. En þú veist, kannski vera Putin, hvað veit maður ekki, þú veist, skiljið hvað með, þetta er ekki eilíft ástand vona ég, þú veist, ég ætla alltaf að lifa við þá. Já, en fyrir ég var ekki að grínast heldur, sko þetta var lagt fram af þessu byggingafyrirtæki sem djók. Já, skiljið. En það sem að gerist þegar það kemur á að ná þessari ákjöru fram á Netanyahu, sem er kallaði Bibi, að þá bregðast Bandaríkjamenn við því með að bjóðunum að ávarpa Bandaríkjaþing. Já, og þetta er nú fórusturíki í NATO og eins, við höfum að horfa til þess að við höfum að horfa okkur að fórustu frá Bandaríkjunum. En þeir eru ekki aðilar að þessum þeir bregðast svona við þegar alþjóðakerfið er að reyna að stoppa þjóðarmorð og að reyna að gefa út handtökuskipun á helsta glæpamannin að þá bjóða Bandaríkjamennunum að ávarpa þingið. Já, þeir eru náttúrulega ekki aðilar að þessu. Ég er bara að segja því og þeir eru náttúrulega ástæða þess að síanistar hafa komist upp með það sem þeir eru að gera, skilurðu. Bandaríkjamenn eru bara náttúrulega ástæða þess, þeir eru bara að styðja á alla þennan tíma. Nákvæmlega, ég er að segja, sko, þeir eru bara rosalega miklir aðilar, þeir eru búin að styðja, ég held að sé 2,3 milljarðar sem senda hverjum ári sig. Og þeir eru sko, það voru 14 milljarðar fyrir jól og er ekki 60 milljarðar sem þau ætlaði að senda núna sem liggur fyrir þinginu til þess að styðja Palestínumenn. Þeir eru náttúrulega þeir sem að halda sko hlífi skildi yfir öllu því sem þarna er að gerast. Nákvæmlega. Það er mín skoðun allavega. Já, og líka bara það er svo áhugavert að náttúrulega Arabalöndin í kring vilja náttúrulega ekkert gera, Íran gera eitthvað svona smá og eftir því sem skilst þá eru eiginlega Íranir og Bandaríkjamenn svona gegnum þriðja að svona ræða sko gerum eitthvað smá en ekki mikið því að það langar engan í stríð. Ég meina, Bandaríkjamenn þurfa að fara að díla við Kína, þeir með ekkert vera að þessu. Af hverju þurfa Bandaríkjamenn að díla við Kína? Já, það er það sem þeir vilja sko vera... Þeir vilja ná bara einhverju... Já, það er það sem þeir vilja einbeita sér af. Þeir eru með stríðin í miðri Evrópu til þess að sko veikja bæði Evrópu og Rússland og þeir eru með stríð þarna í Miðausturlöndum og þeir ætla að fara í stríð í Kína. Já. Ég held að það bara komið tíminn til að stoppa þetta lið. Algjörlega. Við viljum ekki láta það starta þriðju heimsstyrjöldinni sko. Herðu, en við endur það. Ég þarf að fara. Já, við endur þetta. Ásgeir. Takk. Kæra þakkir. Hildi Gunnur. Takk fyrir. Og Halldóra. Takk. Og Lára. Kæra þakkir fyrir komuna. Það svona er það bara. Þið bara talið eins lengi og þið viljið með þessi þáttur. Við þakkum hlustendur kærlega fyrir sem að stoppa við, bæði við að horfa og hlusta. Minnum á að þið getið byggt og hafið byggt upp dreifikerfi samstöðunar. Þið gerir það með því að segja vinum og vandamönnum frá efni sem ykkur líkar hérna. Að þá kíkir fólkið á Facebook eða YouTube eða á hlaðvarpsveitur. Við erum í öllum hlaðvarpsveitum. Við erum líka í útvarpinu 89,1 á FM á Stórhöfuðborgarsvæðinu. Það má sækja þær útvarpsveitingar líka á spilarann, spilari.is á netinu og spilarinn líka app sem má hlaða í síman og horfa eða hlusta á samstöðuna og allar íslenskar útastöðar hvað sem er í heiminu. Við erum komin í sjónvarpið til þeirra sem er svo heppin að fá sjónvarpið sitt frá símanum. Þar eru númer 5 á fjarstýringunni. Kannski munu önnur fjarskipta fyrirtæki bjóða sínum viðskiptavinum upp á efni frá samstöðinni. 24 tíma sólarhring, 7 daga vikunar allan ársins samfélagsumræða við þetta rauða borð og í öðru þáttum samstöðarinnar. Þið sem að vilja hjálpa okkur enn frekar geta gert áskrifendur, það kostar bara 2.500 krónur sem mér sagt að sé ódýrt miðað við það efni sem við búum til. Þið sem að vilja geta borgað meira og þið sem að kjósið getið látið áskriftina renna sér félagsgjöldin í alþýðufélagi og það er alþýðufélagi sem á og rekur samstöðuna. Þið getið farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift og það getið þið skráð ykkur. En ég þakka fyrir í bili. Framöndan er helgi, það verður helgispjall hér í fyrramáli klukkan 9 þá ætla ég að tala við Ingu Sæland, ekki pólitík, heldur æsku hennar og uppruna í Ólafsfirði. Svo er helgadagskráninn, það verður meðal annars Synir Egils sem er þjóðmálaþáttur hér í hádeginu á sunnudegi. En takk fyrir í bili og góða helgi.